Ég ætla að við erum að livestreama þessu. Það er að kipa því í liðin. Já, mynda á þarna. Já. Við erum í beinni. Já, ok. Við erum að geta bara beint, sko. Oh, shit. Ekki mál. Herru, já, það er 15 lótan sem heilsa ykkur í annað skipti í þessari viku. Gjörsamlega sturlað UFC 319 kart nýliðið og svo UFC Volker á móti Kínverjunum í Kína. Já. Á góðu Kínakarti. Ég með félag sem að fæta á kartinu líka. Já. Já, Charles Johnson. Charles Johnson, já, hann að fara í erfiðan fight, maður. Hvað var það aftur? Það er minn gæi, sko. Hann að fara í einhvern erfiðan. Lone Kavana. Já, Lone Kavana, já. Þetta verður slípir. Þetta verður erfiðan fight, sko. Þetta er my gæi, sko. Minn besti treiningpartner á því. Er það Lone Kavana? Nei, Charles Johnson. Já, Charles Johnson. Ok. Og svo Scarlet Gang. Og svo er þetta gesti vikunar, það er Frans Brauðið, Aron Frans. Yes sir. Ég náði ekki eins og klára, þú varst svo æstur í mækina, ég náði ekki eins og klára introduction. Ég var bara æstur í að spjalla ykkur strákar, ég var bara ekki með að hitta ykkur lengi, sko. Já, ógeðslega gaman að fá þig tilbaka. Yes sir, thank you. Til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Knockout bara heard around the world, sko, eiginlega. Yes sir. Hvernig var Instagramið og allt saman eftir þetta, var ekki bara allt flæðandi eða? Jú, bara svona kominn tími á að fólk sjáu mig og þú veist hvað ég get. Ég ætla ekki að vera of stóik með það. Ég er góður og mér langar að sýna það. Já. Og hef mikið til að sýna. Geggjað. Áður en förum í UFC-kaflana og svona. Tökum aðeins smá spjall. Það hjálpaði samt á spinngig, sko. Ég fekk alveg fullt opportunities og þú veist, augu á mig og ný augu. Ég meina nýjum coaches í kringum Florida area og eitthvað og fullt af, þú veist, fullt fighters sem ég, þú veist, UFC fighters og eitthvað sem ég það enga megin vita af mér og að gefa mér hrós og eitthvað, þannig það bara geggjað, sko. Fullt af fólki bara, you got some talent, kid. Yes sir. Náttúrulega, Torres Finney, hann átti svo frækt knockout þarna í sam promotion þú. Combat Night. Það varð viral, beint í Dana White Contender Series. Þannig að ég sá þetta, ég var bara, já, ok, Dana White fær þetta sent, bara 100%. Já. Það hlýtur að vera. Þú veist, þessi gaurar, þú veist, nú er bara Aron komin á mappið, sko. Já, ég á eftir að, planið mitt er að gera nokkra svona showings í Combat Night og reyna að komast á Contender Series, sko, en ég er bara mjög spenntur fyrir að vera bara 2-0 fyrir næsta bardag, sko. Ég er alltaf bara 1 bardag í einu, en það er ekkert slæmt að fá fleiri reels, sko. Highlight reel knockouts. Ég hef mikið í vasanum, sko. Já, það var ekki sturlað. En ætlar að berjast í Bandaríkjunum eða ætlar að vera eitthvað í Evrópu? Ég er opinn fyrir öllu, sko, en eins og staðan er núna, þá er bara rosalega mikið momentum í Orlando og mikið góðu fólki sem er tilbúin að hjálpa mér og koma mér á næsta level. Okay. Og ég þarf bara fara þangað og vera þarna, vera staddur hana og það er það sem ég reyna að gera. Nice. Kemst ekki alveg upp með það að vera eitthvað svona 3 mánuði í Bandaríkjunum og 3 mánuði heima? Jú, þetta er flókið mál, sko. Út af ég minna, þetta er náttúrulega, maður þarf að vera á hana á vísa og eitthvað alls konar. Þannig að flókið mál að fara yfir, en ég get alveg fara á eftir eins mikið ég vill, sko. Já, öðru þess að keppa? Já, ég er að stefna á að keppa bráðum, en ég þarf að setja það allt upp og það er ekkert bara hægt að hoppa í þetta, skilur, þú veist, það þarf að vera með connections og það þarf að tala lögfræðinga verkvísa helvítið spilli helvítið bras maður. En er ekki einhverjir strákar bæði heima og úti sem hafa gert þetta og bara kunni eða eitthvað og kunni þetta? Já, jú, ég meina en bara já, það er mikið, það er ekki margir sem hafa fætað í Ameríku Íslendingar, þú veist, að hugsa út í það, ég meina annað en Gunni, hver annar, Sunna og ég, hver annar kannski annar OG, já. Kannski einhverju boksarar, Kolli og Emin? Emin, en þú veist það er boxi, skilur við að tala um það. Já. Nei, bara eitthvað svona fighting workvísa, sko, það myndi virka eins, held ég. Akkurat. En það er bara að sækja um það og já, það ætti ekki að vera óflókið, sko. Nei, þeir eru bara svo erfiðir sem karnarnir, sko, með þetta. Já, þeir eru það, en ég er opinn fyrir að slást í Cage og ég er opinn fyrir að slást wherever, LFA, ef þeir sjá þetta, skilur, og ég er búinn að vera í talks við promoters og bara út allt, sko, og ég er opinn fyrir öllu og ég er alveg free agent right now, en ég er samt, þú veist, að reyna að stefna á slást með Combat Night, við erum inn í talks, en ég er opinn fyrir talks með hverju promotionu sem er, sko.
Þekki það, þú ert opinn fyrir spjalli, bara komin beint í podcast og rífur upp mækinn, bara ég komin til að spjalla. Já, ég bara, þú veist, maður fær ekki oft, þú veist, tækifæri til þess að tala og gera eitthvað, skilur, þannig maður þarf að gera það þegar maður fær tækifæri. Já, hérna, þetta var alltaf bara geðveikt knockout sem við púlaðir í bara fyrsta prófætinu Yes, hefði ekki getað enda betur. Þú veist, hvað að fara í gegnum hausinn á þér þegar þú ert að bara ákveða bara, herri, ég ætla að taka eitt hérna spinning back. Bara reynslan, ég var bara að lesa rosalega mikið. Hann byrjaði náttúrulega fætunum bara á sínu bakkiki og það gaf mér hugmyndina. Það gaf mér svona cheeky, skilju, þetta er alveg eins og því að sparra við strákana og þeir byrja að spinna og segja, all right, we spinning, þannig það var bara þannig, en ég var ekkert að hugsa að spinna frá byrjun, en ég var bara að setja upp mín högg sem að vera með hausinn af senterlínunni, kasta mínum góðum 1-2, það er svona mitt helsta vopn, er beinu höggið mín og hnéið mín og kicks. Og síðan kann ég alveg glíma líka, en ég var bara að reyna að setja alls konar hluti upp og sjá hvað hann var að gera, sjá hvernig hann var að reakta, og hann byrjaði bara allt í einu að halla sér ógeðslega mikið aftur fyrir sig. Þannig það var annarkvort galopið fyrir takedown eða einhverju flashy kicki og sem prófaði ég að backkickan í bodyið og það bara connectaði og hugsaði, ok, hann ætlar að hugsa backkicki núna út að ég hitti og já, það var rétt hjá mér og hann fór með hendurna niður á þeim tímapunkti og hellið mér bara smelti. Það var mjög hár smellu svona, sko. Og þegar ég sá hann svona kjúklingaði vel. Ég hef lent í þessu áður mikið amateurs að ég hef rockagæja og ég hef verið svona óspenntur. En ég var bara að hugsa svona, ok, ef ég mitt hann, ég get mitt hann aftur. Þannig ég hugsaði, ok, ég ætla að koma inn, finna fyrir einhverju, ég byrjaði að vera ofspenntur í fyrsta exchangeinu og fann hann bara byrjaði svona að póka frá sér, hann skar mig þá, hann pókaði svona auga mitt þegar ég var að finisha hann og ég steig út aðeins til að sjá hvað var að gerast, sem bara ég fekk bara reynslu frá því að vera með svo high level fólki í kringum mig, ekki að missa mig í eldinn, að ég steig inn, sem steig út og ég hugsaði, ok, núna get ég steig inn með harðan twist og bara búm og hann datt og já, ég var samt tilbúinn í að halda exchangeinu áfram og bara fæta bell to bell, sko. Ég var mjög mikið að breysa fyrir það og þessi gæi var mjög töff, sko. Það var bara one of, þú veist, ef við horfir á, þessi gæi er algjör sleeper, sko, þegar við horfir á amateurfætuna, hann er grinder, sko, hann tekur gæja, hann stólar, hann heldur gæjum og síðan, þú veist, einhvern næra edge og grind out wins á móti gæjum sem eru miklu betur en hann, gæjar með knockouts í combat night, skilur, þannig ég hugsaði bara, ég nenni ekki að wrestla og þannig ég ætla bara krakka hann og hugsaði bara, þú veist, ef ég held bara áfram að krakka hann á dettur hann og var með, þú veist, wrestling í back pocket ef ég byrjaði að gasa eða eitthvað en já, þetta var bara flott og ég veit bara sína meira. Já, mér fannst það einhvern veginn svona momentið mitt svona, þegar hann er svona að falla tilbaka, hann er komið smá kjúklingur í hann dottin tilbaka og þú er myndið eins og segir, þú backsteppar, það gerir alla fléttunum svo ógeðslega flotta af því það einhvern veginn gefur manni svona tilfinninguna eins og þú hafi bara verið með þetta svo ógeðslega mikið under control að þú backsteppar einhvern veginn á 100% rétti momenti þegar hann er eitthvað svona að reacha út og svona þreifa fyrir sig hvað hann ætlar að gera og bara svona einhvern veginn bakka tilbaka, miða, taka stöðuna og bara klára það. Þetta er allt calculated, sko, þetta er allt fótavinnuæfingar, skilur, inn og út, skilur, þú veist, þetta er allt bara the feel, sko, en þetta er calculated, þetta er ekkert eitthvað óvart að fara inn og út, two-step, combos, þetta er allt eitthvað sem ég æfi daglega, sko. Já. Hvar varst það æfað þegar þú varst úti? Í hvað tími? Fusion Excel og Move Daytona, þeir tveir staðir voru mjög góðir. Move Daytona var minni gym, meira svona local, gritty gym sem ég æði með PFL-gæja sem heitir Kozak MMA, Chris Mixon, hann var að vinna fight set í PFL núna með TKO, seinustu helgi og sem var æfa með John Morea sem er bantamweight, hann er featherweight, lightweight og welterweight champ í Combat Night, triple champ með sleeper KOs og þeir eru bara my guys right now og síðan annar coach sem er IFKA sem er svona kickboxing traditional point style og boxing coach sem byrjaði að coacha fyrir MMA sem heitir John Radford sem er eitt af mínum nýjum head coaches
hann mun virkilega elevate mitt game held ég sko. En ég æði mikið með honum, ég byrjaði kampið mitt í Mjölni með Gunn og þeim og síðan eftir 20 daga eða eitthvað þá fór ég í mánuð til Ameríku og slóst bara eitthvað eftir 3 vikur og síðan var ég í viku bara eitthvað feitur og ég kom tilbaka eitthvað 83 kíló eða eitthvað slóst í 60 vinnum sko. Þú bættir mikið á þig, ég 80 og... Já, kaloríunar eru svo miklar hana. Ég fyrir Chipotle og Shake Shack og allt gaur. Það er svo hægt, það er svo... Mexican food að nóti, skilur. Það er svo auðvöld að vera feitur úti, sko. Þetta ekki í Bandaríkjunum, sko. Allt supersized og... Ég átti svo mikið að vinum úr Fusion sem voru, þú veist, Brazilians og voru að fara alltaf með mig og vorum alltaf að fá okkur picanha og bjór og eitthvað og eftir æfingar og það var geggjað, sko. Það er alveg culture að nóti, sko. Ég fílaði það mjög mikið. Nice. Eru menn ekkert svona harðir á dætinu eins og þeir eru hérna heima? Eru menn bara að fá sér bjór eftir æfingar og eitthvað? Ég get alveg fengið mér 1 og 1 bjór ef ég er strikt á mínu æfingar, sko. En þú veist, ég var ekkert, þetta var eftirbörðan sem sagt. En ég fæ mér og ekkert að drekka í kampi ofta, sko. Ég fíla ekkert mikið að vera í glasi, sko. Nei, tengi. Já, en þú veist, ég bara fór og borðaði alveg, skilur, þú veist, þú þarft næringu fyrir líkamann, þetta er ekkert, þú veist, við erum ekkert bara eitthvað, þú veist, ég með weight cut senasta vikan, sko. Já. Við borðum venjulega, skilur, þú veist, en við verðum að fjúla okkur. Fyrir harðu æfingarna, wrestling-æfingarnar og allt það, maður að borða vel. Já. Skiptir máli, sko, hvernig maður næri sig. Hún að læra meira á það undanfarið líka. Já, 100%. Hérna, hvað langt við fáum við aftur inn í búrið? Mér reyna að stefna á október, taka fight á. Ég er bara núna að reyna að setja allt upp fyrir það. Þannig vonandi bara október, þá fæ ég að slást fyrir bara contender fyrir bantamweight beltið eða fæ title shot út af það er enginn með beltið í bantamweight right now og ég er með mesta motionið right now í 135 í Combat Night. Já. Nice. Fá kannski mig og Mexikana sem slóst á móti henni sem ég slóst á móti í 135, hann er 1-0 líka. Hann er striker, hann er Bang Muay Thai striker, það myndi vera skemmtilega bortaði. En ég tek á móti öllu, sko. Ég vil bara 2-0, 3-0. Hérna, þú hefur verið eitthvað í featherweight líka en ert núna í bantamweight. Er það þinn rétti flokkur? Já, ég var undersized fyrir feather, sko. Ég hef alltaf verið í feather, liðið ágætlega í feather, verið í seinasti bardaginn minn í amateur, hann var 70, hann var lightweight. Mér hef alltaf liðið svolítið þungur þar, sko. En í það sem ég er núna, 135, þá er ég mjög léttur og hraður og stór og sterkur líka. Þannig að mér líður mjög vel. Kött er stórt en ég veit hvernig ég á að kötta og allt gengur allt vel og ég hef aldrei mist weight áður. Nice. Hvað er menn að rakka upp mörgum sigurum áður en fara inn í svona Dana White Contender Series og svona tótt? Já, 4-0, 3-0. Já. Svoleiðis. Það ekki? Margir mun meira, sko. Já. Fyrir eftir hvernig fighter þú ert. Já. Ef ég róta 3 gæja í auðbót, 2 gæja í auðbót, þá fæ ég örugglega kollið á Contender Series eða bara whatever, one championship, mér er alveg sama. Ég vil bara fighta og ég vil bara gera oft. Mér er svo alveg sama. Ég vil bara I'm taken care of. Ef ég er taken care of og ég fæ að sýna mig, þá er ég glaður, sko. Ég er opinn fyrir að fara í Dirty Box líka og Karate Combat og ég er með connections í gegnum Combat Night. Þeir eru stórir í Florida, sko. Og mikið af þeirra fighters branch out og taka einn og einn fight í Combat og Dirty Boxing og eitthvað. Og það er Mike Perry náttúrulega æfir í Fusion og ég fekk að æfa smá með honum og hann er algjörlega klikkaður. Ég er með sögur, ég er með vilda sögur, sko. Brasilía gæja, róta gæja, cold og æfingum og head coachinn að shit-talka allan tíman með mækinn og dansandi í andlutinu og fastur undir í mount, einhver að smassaði hann og já, þetta var geggjað, sko. Ég elskaði að fara í Orlando og vera í Fusion. Það er bara, ég fittaði inn, sko. Nice. Þetta er líka svo stórt gym, svo mikið pro-fighter gym. Hákarlabúr. Hákarlabúr. Já, ég verð gott að bara fá að synda þar aðeins og... Já. Já, það er geðvægt.
Ég að navigate ágætlega so far, nema bara múndu stóru glæð Waylonum eins og Davis og Machida og Vieira, Rodolfo og þeir eru að destroya mig og kenna mér og síðan fæ ég að sýna mig meira á móti venjulegu prófunum meira sem eru skilur í LFA og PFL og það fæ ég aðeins að sýna hver ég út af því. Þeir voru mjög impress með levelið á okkur og bara Mjölnisstrákanum þegar þeir sá okkur þegar ég kom yfir, hann var bara, veist, þú amateur? Þegar ég kom svo ofta en ég fór pró og ég var bara þú veist, svolítið að leika mig sem að prógæðina þeirra, skilur, technically og coachinn sá það og hún sá alveg potential í mér og held áfram að bjóða mér aftur og aftur og já, síðan bara gróði inn í liði slowly og held áfram að gróða inn í liði. Við hafa hinn Mjölnisstrákandi verið að fara með þér líka? Nei, það bara ég er búinn að fara so far. Við getum alveg mögulega að plana svona stóra ferð einhvern tíma bráðlega, það er alveg gaman sko. Ég er alveg búinn að tala um það sko. En allavega ég er að pæla svolítið bara í sjálfum mér stundum líka sko. Þegar kemur að, þú veist, þetta er bara, þú veist, við erum fighters, skilur, þú veist, við þurfum að redda okkur sjálfum og þú veist, ég er náttúrulega teamplayer, ég ger allt fyrir mína liðsfélaga, skilur, ég er tilbúin að hjálpa þeim og gera allt, en það kemur að redda sjálf mér þá, verð ég að redda sjálf mér. Já, maður verður sér svo Hvað ég meina? Maður þarf líka að sérstaklega, þú veist, þegar ég er að reacha svona langt. Hvað ég meina? Og 100%. Ég er alveg til í assists bráðlega, sko. Það er ekkert það, ég þarf að setja mig upp fyrst. Já, 100%, ég held að Ég skilja get það ekki hjálpa neinum nema maður sé búinn að gera eitthvað sjálfur. Nei, nákvæmlega. Maður þarf líka bara að setja sjálfan sig í fyrsta setinu. Já, sjálfsög. Þú veist, sjá mig sjálfan sig, sko. Sjálfsög. Er þú með eitthvað merch á leiðinni? Já, ég er að fara að vera með svona styrtabóli sem ég mun vera að gefa út bráðlega og er ógeðslega flottir. Ég mun passa að verða, þú veist, eitthvað sem ég myndi actually vera í, skilur, ekkert bara svona típiski styrtabólurinn, sko. Og ég ætla bara að selja á 5 og 5, 6 pop og fá bara nota í ferðina. Og það kemur bara núna mjög bráðlega. Ég kom með akkurat 1 prototype ból fyrir ykkur strákana. Geðið mér. Og já, og vonandi gengur það bara allt vel og ef einhver vil styrkja mig í mínum fights og það sem ég er að reyna að stefna á fyrir Ísland og reyna að gera okkur, skilur, þú veist, aðeins meira global út af því, þú veist, við erum fucking hérna, skilur, við erum að fara að gera stóra hluti og þetta er rétt byrjun, sko. Já, 100%. Við erum okkur í svona ból. Já, fólk á bara að heyri þér á Instagram eða Aron Frans MMA? Yes sir, Aron Frans MMA á Instagram og bara næstu vikuna eða eitthvað, ég bara býð eftir sendingunni núna, sko, og síðan mun ég bara merkja á sjálfur og keyra á til ykkar, sko. Já, næs maður. Það er bara svoleiðis. Það verður þetta sett upp í búðina í Mjölni eða verður þetta bara svona rúndaðum bara og þú skilur bara inn sendingunum? Bæði og, sko, alveg örugglega, sko. Ég fæ örugglega að vera með mitt hótnuna í Mjölni. Já, og bara allt gengur ógeðslega vel í Mjölni. Það kemur að, þú veist, við erum kickboxið og MMA-ið og allt það og við erum bara, það er góði tíma framöndan, sko. Ég er mjög spenntur. Það er alltaf að gerast hérna fyrir Íslendinga í sérstaklega. That's what's done in the dark will come out in the light, sko. Já. 100%. Djöðar í peppaði maður. Það er líka, þú veist, það er svo mikil grjóska í gangi á Íslandi. Það er svo margir sem eru svona potensiálega að springa út og eru að taka á svona mikilvægt skref. Þú veist, akkurat núna, sko. Það er, Íslandi er að koma svo korti í þessum heimi, sko. Já, það er bara, þú veist, við hafa búið að vera einn og einn outlier, skilur, en þú veist, við erum bara búin að fá að gróa og vera með, þú veist, ég er búin að vera svo blessed að vera með Gunna og Mjölni og Lúka og alla mína þjálfarar sem byggðu mig frá núlli og hjálpuðu mér og ýttu mér að fara út til Spánar að æfa með Ilja og æfa með, þú veist, Hamsalliðinu og öllu þeim, skilur, og vera bara outclassaðir og vera bara destroyed og bara leikt með mér á æfingum í mörg ár en út af því þá kemur rosalega mikið knowledge sem ég fekk og ég er mjög þakkláttur fyrir það og mun endalaust alltaf gefa mínum coaches þeirra rósir sem þau skilur, sko. Já, sem þeir eiga náttúrulega virkilega skilið. Og ég mun representa þau alltaf, þó ég sé að æfa, hvar ég sé að æfa, ég mun alltaf hafa stað í hjartanum mínu og alla mína þjálfara og mun alltaf
vera tilbúin að æfa, ég vil bara vera sem best sem ég get Já. og bara tilbúin að gera allt sem ég þarf að gera. Já, 100%. Það er það sem Þetta er eins og, þetta er cutthroat business og þetta er, ég vill gera og sína það sem ég get og ég er bara rétt að byrja. Spenntur. Þannig að það er merge í leiðinni og bara droppi í næstu viku kannski? Já, eitthvað svoleiðis. Ég er bara að bíða eftir sendingunni, maður veit ekki hvernig þetta er, skilur, þú veist, ég pantaði fyrir eitthvað vika, það var eitthvað viku að koma til landsins en það ætti að vera bara rétt á komið, kannski bara núna í vikunni. Ok, geggjað, í pepp. Ef að vinda okkur í smá UFC-spjall og eitthvað bardaðapælingar. Yes, sir. Hvað kom þér á óvart? Hvað Hamzat dominitaði? Nei. Ég fucking hæði með liðinu þeirra. Ég sá hvað þau voru góðum fyrir mörgum árum. Chain wrestling þeirra fucking high level. Já. Þeir eru góðir með singuleik, þeir eru góðir að cage wrestla, þeir eru góðir að chaina hluti saman. Þannig það er aldrei þannig þau geta alltaf restað og geta alltaf, bara basically verið eins og bara heavy backpack á, gæjanum sem þeir eru að fæta, þreita á og bara vinna decisions. Þetta er, það sem hann gerir, skilur. Ræta gæja út. Hann hefði klárað hann, en drikkur svo bara, ekki að leiða honum á. Nei, var líka bara, held sér bara í svona mjög varnarlegum stöðum bara. Já, ef eitthvað var þetta meira dominant út af því, hann bara fór og labbaði með championin sem átti að vera ógeðslega awkward og skrítin og enginn átti að geta að díla við. Já. Hann bara tók hann niður og hélt honum og bara, ok, að þú ætlar að vinna mútið mér í fæti, þá verður þú að geta átt að wrestla mig. Já, einmitt. Hann gerir það. Þetta var að meðaltali 15 sekúndur standandi fyrir lota, skilur. Já. Hann var komin í gólfið eftir 15 sekúndur. Já, þetta var svakalegt, hann skaut mikið og hann var að wrestla mikið, þetta var þreytandi fætt. Já. Og ef þú veist ekki casual fan, það var kannski ekki best að watcha fyrir alla, en þú veist, fyrir fólk sem gerir þetta og fólk sem appreciate glímuna og glímusæti og allt það, þetta var beautiful, Það sem ég var pældi þegar ég var að horfa á það, af hverju fer ekki fólk meira í crucifix stöðuna? Út af hún er risky as fuck. Eða? Já. Ég gæti ekki að sé það á Dricus að þetta var eitthvað risky. Út af Dricus var ekki, Dricus var að gefa ógeðslega skrítin, hann var ekki að gefa þeir reaction, og kannski bara Hamzat með klikka crucifix, kannski, en ég fíla ekki crucifix persónulega, Mér líður sem að dettur alltaf af, og þetta er ekki út af ekki kunnóti, þetta er bara svo sveitt, maður þekkir þetta þegar maður er búinn að vera að wrestla, maður er í þriðju lótinni, maður er sveittur, grip haldast ekki, maður vill vera með mér, maður vill vera, skilur, synka onni í mannum og vera safe, maður vill ekki vera, skilur, fram yfir einhvern sem maður líður eins og maður getur svona dottið af, skilur. Þið hefur lent í þið takið baki á einhverjum og þið eru ofarlega og þið svona lifta mjög smá og þið rennið af. Þetta er svipað dæmi en það var bara, gerist ekki, skilur, og hann var bara að halda þið vel. Ég held að hann var legið undir í crucifix í allan 10 mínútur, í öllum barðanum, bara í crucifix. Já, það var bara Dricus var bara ekki að explóta út úr í, veit það ekki. Hattar á jitsu-seðun hans eða eitthvað. Já, að því mér fannst bara að gera allt. Hann bara reyndi að baða út fótunum og hann reyndi að bridgea og bara einhvern veginn. Já. Einu sem hann gæti gert var bara svona að reyna að fela hausinn. Hann er svo mikið specialist að kemur að glímunni. Og Dricus er all-rounder, hann er fighter, skilur. Hann er ekki technician, skilur. Hann er bara rough and tough fighter með skills, en hann er meira, Dricus, hann fílar að standa, hann er ekki örugglega, hann er ekkert, ég veit ekki, hann er skrítin fighter, erfitt að tala hann. Og var ekki alltaf skrítin fighter. Já, mér finnst það mjög erfitt að tala hann út af því, ég er mjög skrítin, ég er alltaf changing my opinion on him. Ég hef svo fyndið að það voru allir svona, allir mestu sérfræðingarnir, voru allir að spá DDP, þú sást Mighty Mouse og Chael Sonnen og allir svona sem gefa skoðanir sín á netinu, allir þjálfarar og fætur og eitthvað, þeir voru allir bara, nei, DDP er bara of góður, eitthvað, og hvernig gátt allir haft svona rátt fyrir sér? Allir þessi gaurar, þeir voru allir svo vissum að DDP var að fara að taka. Fólk var bara hræddir að, Hamzat myndi ekki standast með þólinn hans, en, annað en það hefur hann ekkert sýnt
að hann sé, þú veist, hann hefur sýnt dominance yfirlega öllum börnum. Gilbert Burns bardaginn, hann var one of my favorites, sko. Já. Ég alveg rewatcha hann stundum, sko. Já. Það er rosalega gaman að horfa á hann, sko. Það var persónulegt. Já. Það var deeper en fight, sko, þetta var... Þú veistu, eiga þér eitthvað persónulegt bíf á milli sín, eða? Nei, Gilbert tók því bara illa þegar hann sat upp á búrinu þegar hann var lappinn og hann var bara, já, ok, þetta er dogfight núna, þetta er ekki bara, venjulega, ég vil slá þig aukalega og sparka þig í stað, þú veist, groundið þetta og svona þannig, sko. Dirty stuff. Ok, þið var það málið? Það var eitthvað interview eftir af sem ég horfði á. Og það er ógeðslega. Relatable. Ég var alveg hugsaði það saman, sko. Veitu, ef við varum að fæta og ég myndi setja upp á búrinu þegar þú labbaðir inn, tækir þú því eitthvað persónulega? Ég myndi bara út af því þú ert það nonchalant og ert það nonchalant að ég sé að labba út og ert ekki að respekta mitt presence, þá er maður auðvitað að fara að reyna að aukalega setja því á rassinn, sko. En þú veist, ég myndi ekki taka það persónulega. Ég pæla eiginlega aldrei í mínum andstæðingu þegar ég labba út, ég bara eiginlega alltaf bara zone inn á mitt walkout, sko. Já. Og bara, já, því slower they better, sko. Ég fíla að sjá kringum því að labba og Kaló er mjög næs, ég labba út við Way Down út að Gunna og það var geggjað, sko. Það er gott walkout lag, walkout song, þetta er þessi. Já, það er mikið sens. Ég pæli hérna bara áfram, sko, ég velti líka fyrir mig með Crucifixið. Gott að vera með svona eitt specialista í stúdíónu, þessum maður með það. Já, ok. Það var alltaf að tala sko að Kamsat gæti gasað, en hann virtist bara endast ágætlega í þessar 5 lótur. En kannski bara Crucifix og svona þægilegt í það, eða þú ætlar kannski svona að krúsa í gegnum barðan, veist, bara þetta er ekki orkukræf staða, skilur við, með að við orkunum sem að tekur dríkurs. Út af því, þú veist, þú er að stjórna, skilur við, þú getur, já, ég veit ekki, bara þetta var ógeðslega skrítið. Þetta er ekki stað sem ég myndi chilla í, sko. Ég myndi chilla í Mount. Nei, ok, ég myndi chilla í Halfguard, til dæmis. Halfguard er geggjustað til þess að grinda út fights. Það er svona besta staðan finnst mér, en ég myndi aldrei fara í Crucifix. Eða side control út af, eða svo, ef maður kann á frames, underhooks og skilur overhooks og kann að actively og, þú veist, reactively að wrestla bæði að taka og að defenda, þú kannt að chaina en þú veist, hann var ekkert að gefa look sem hann þurfti að gefa, Drickus, skilur, í vitsóksleginu, skilur, kannski út af þreytu, kannski bara út af hann vildi ræta út lótur og síðan kannski standu, ég veit ekki maður, ég veit ekkert hvað er fyrir gegnum hausnum hjá mannum, en ég myndi ekki ræta út lótur í Crucifix, ég myndi vera frekar bara bodylock á bakinu, eins og hann gerði og fara í knee taps og dragga hann aftur niður alltaf bara í gólfið þegar hann reynir að standa upp, það sem hann var að gera. Mikið af stöffinu sem Kamsat gerir, ég fíla að gera líka svona þreytagæja sem ég læri frá Gunna og Lúka og gegnum Balta og það er mjög mikið bálkenn, hann fílar að þreyta og er svona brútal og Gunni fílar líka þreytagæja og þetta er ógeðslega gott, Kamsat er góður í því, en kannski Crucifix er bara nýja mettaði. Hver veit. Alltaf, sko, í 15 lútið það kemur svona smá svona vonar glæta að Drickus fái eitthvað út úr þessum bardaga, sko. Þá virkar hann bara gjörsamlega gasaður, sko. Hann er bara að vera bara undir bara í 25 mínútur að bara reyna að vinna og bara eyða allir orkunum sinni, sko. En mér fannst það alltaf mikið gjöf að vera separata á þarna 4. og 5. lótu. Og þú veist, þeir látni standa upp og Drickus lendir svaka höggja fótunum á hann, mér finnst það bara svo mikið svindl, þú veist, að Hamzat sér endur þessari stöðu, og þannig hann er bara búin að dominata hann og svo fær hann bara einhver svona hjálp frá dómaranum og þú veist, næsti, ég geti ímyndað þér að DDP hefði bara klárað hann í 5. lótu, eru þið fucking ósangjant? Já, svona Anderson Silva Chael Sonnen moment, 5. lótu, eitthvað. Ég er smá áhyggjur af mækniðinum, Aron, getur svona haft hann aðeins? Já, þetta er betra. Já, eða svona dreigir hann kannski svona, ef þú dreifar arminn svona aðvegg. Já. Svona, þannig að hann svona snúi betur. Já, þetta er líka bara, þetta er mjög gott. Snill. Já, þetta er mjög gott. Ég fíl það. Já. Sorry, þið með Aldo. Já, nei, bara, þetta er separation, maður. Mér finnst það leiðilegt að sjá þetta. Sérstaklega í svona stórum fight og eitthvað og bara, já. Bara, er ekki sammála með það? Já, þetta er skrítið, sko. Ég hef ekki séð þetta. Blatant, sko. Bara... Var þetta skrítið separation? Að því hvað, hann er að
Sko ég hugsaði með mér, ef þetta væri clinch upp í búrið að þetta eru bara eitthvað í hann bara með baki á honum svona hálf bara svona kneeling upp í búrið og eitthvað smá tap ef þeir væri búin að vera þetta lengi bara í clinch upp í búrið þá finnst svona eðlilegt. Hvaða stað? Þetta var tvisvar, þetta var bæði 4. og 5. lótu. Þeir eru bara komnir, þeir eru bara allan í 5. lótu. Þú veist, þá held ég að Hamzat sé bara ofan á í gard og þeir eru látnir standa upp. Já, hvað eftir, var það ekki bara, vildi FN bara standað upp út og það var bara ekkert action? Já, basically. Já, ég meina þú veist, maður þarf að vera proaktiv að gera eitthvað undir, eða óná, skilur ef maður vill ekki láta standa sig upp þetta er eitthvað sem maður á að vera vakandi sem fighter líka sko. Hann var alveg eitthvað svona bara svona hausinn niður skilur og eitthvað svona báð höndunum í kviðin á hann skilur hann var alveg að gera eitthvað hann var að stóla bara skilur þetta er klassískt á þessum stíl sko. Já, pretty much en ég get einhvern veginn ekki séð sko þegar mér fannst eins og bara þegar Dryggus snerti Kamstad þá fannst mér Kamstad ekki taka því vel skilur hann bara ekki höggið vel skilur Þegar hann lendir þessu beina twist þarna. Til dæmis. Já, einmitt. Það bara, mér finnst Kamsat ekki bera það vel, sko. Þannig að, þú veist, en ég held að Kamsat verði mjög dominant champion af því að bara það er ekkert hægt að wrestla við hann. Já, hann er bara, hann er ekki með það sama confidence í strikingin hans og hann er með glímunu sinni. Hann er með glímuna svo fucking dialed in að hann nota bara fundamental striking til að setja upp glímuna sína. Og ætla bara að ride that until the end held ég sko þangað til ef maður sér einhvern gæja koma inn sem er með equal wrestling þá þangað til verður ekki gert mikið á móti sko ég held að Fluffy geti gefið honum ágætis fight sko. Ég held að Fluffy geti komið sér úr stöðum og láti Hamzat vinna og þeir verða svolítið bara glíma þangað til að Hamzat gasar ég held að það geti gest í hann er alveg með hátt fight IQ sko þannig að það sem hann var að gera sem ég fíla Fluffy hann var að bakinu og í staðan fyrir að setja krókana inn svona traditionally sett hann fætunni svona út og tweaka öklanum í öfu áttina þannig að gæjanir voru svona þú veist, hnén saman öklan út en þið gátt ekki posta upp til að standa upp af bakinu og hann labbaði bara með gæjan og þetta lúkkaði svo awkward en þetta var svo gott control og hann orthodox og öðru svo út í boxinu og ég fílaði það sko, Craig Jones glímu skilur ekki traditional og eins og þú segir það gæti kannski verið að hann taki eitthvað annar orthodox og lendi með striking eða glímuna sko. Ég held að Fluffy sé líklegast til að ná einhverjum árangur á móti Hamzat allavega Kai Bohao og líka góður sko. hann er góður allstaðar sko. Mér finnst þið allir svo gaurar sko múnlausir í samanburði við Kamsat glímuna sko en ég myndi frekar setja penning minn á Bohao Já, hann er þú veist svo hann hefur sýnt allt í sínum börnum skilur mér finnst þess að Fluffy sér svona hann er likeable, ég skil það ég fíla hann líka en hann er ekki svona þú veist bara specialist í ógeðslega mikið af hlutum eins og Kai hann er búinn að vera lengur í íþróttinu held ég og vera að gera fjölbreytari skilur með hvað hann er að æfa ég held það er meira bara fighter en ég fíla hann sko ég fylgist ekki samt með hann yngri flokkunum eins mikið sko allt fyrir ofan lightweight missi ég meira og meira á hann welterweight er svona mitt limit practice er minn maður sko. hann er á þess sturla performance helgina en áður við höldum aðeins lengra þá ætlum ég minna að þátturinn er búið mínigarsins heimavelli bardaíþrótta eða viðburður framöndan þá á góðum tíma þá veist hann sýndur í mínigarnum næst á dagskrá 7. september Golden Ticket mjölninslákunni þar og líklega bara UFC líka UFC í París Imov á móti Kai Porello þannig að það verður double trouble það verður geggjað Svo ef þið langar að byrja að æfa bardaíþróttir þá er Reykjavík MMA svarið inn í grunnnámskeið hvernig mánuði allar upplýsingar inn á rfk.is Takk skrifa og byrja að æfa á Viðarhöfða 2 fyrsta segmentið lokið En ég talaði Kai Porello þú veist, hann er að fara að berjast núna 3 vikur hann samt köttar og viktar sig inn sem backup fyrir þennan fight í miðju kampi og þarf svo að gera þetta allt aftur þessu 3 vikur mér finnst það svo skrítið sko. Það er ekki galið það Tom Aspinall gerði þetta líka sko. en þú veist Heavyweights
Já, en ég held Kai kattar ekkert mikið weight, sko. Út að hann alveg frekar stór og, þú veist, ég held að hann lappar í kringum middleweight, þú veist, ekkert mikið. Nei. Og það var örugglega kæsta ruglmikil pening í áttina hans til að vera backup. Klálega. Þannig ég myndi gera það ef ég fengi, þú veist, aðeins erfiðara og hvað. Og sýnir að gera það og vinnur. Sáu við vídeo sem að Imov postaði. Þegar að vídeo af Kai Brau og Viktor Sinn og hann eitthvað hlægjandi því að borðandi hamburger og franskar. Já, hann þarf aðeins að byrja að tala mér ensku og hann gerir allt á fransku, eða ekki? Jú, það getur verið. Hann er ekki rosalega... Það getur vel verið. Já, allt á fransku held ég. Þannig ég sá það ekki. En það er næs. Já, mér finnst þú samt ekkert vera að skjóta eitthvað hart, sko. Eða þú veist eitthvað með hamburger og franskar og að vera að vikt, þú veist, og gænir að viktin kannski bara að fá, þú veist, fullan launaseðil. Fyrir alveg með svona eitthvað kíló, skilur við. Mér finnst þú ekkert vera að sigra með eitthvað hamburger og franskar, sko. Nei, þetta var örugglega ekki það djúpt fyrir hvað maður strögglega bara fyndið líka, sko. Þessi hamburger og franska voru örugglega bara propp fyrir vídeo, sko. Hann er örugglega ekkert að borða hamburger og franskar í kampinu sínu, sko. Nei, já, fyrir utan það. En er Kai og Brau bara að fara að rústa honum með, haldið þið það? Ég má góði, sko. Hann góði strækir. Ef Kai tekur hann niður og mixar allir upp, þá held ég Kai geti tekið hann. En hann er með svo góð deadly knees og Muay Thai. Imov, og góð dogfight að gæja líka á þreita og koma með þeim út úr vera fighta technically og byrja svona að exchange og gera hluti sem ég gera ekki á æfingum og eitthvað og góð að draga það út af fólki. Mér finnst það allavega. Ég sá það í seinasta. Aðeins aftur að barðaðum, sko, og Kima F. Núna hefur hann verið að berjast óslega lítið, þú veist, í millivittinni, skilju. Þú veist, 15-0, flóða. Ef við fá kannski 1 Kima F bara á ári. Já. Eða það bara framtíðin fyrir millivittina, bara 1 title fight á ári. Já, ég held hann æfi bara það. Hann æfir eins og brjálæðingur og meiðist alltaf og alltaf að lenda æfingameiðslum og eitthvað. Og síðan fékk hann COVID og alltaf bara eitthvað hætta og eitthvað alls konar það. Hann verður a problematic champion að því, sko. Alveg for sure, sko. Já, ég held að það svolítið rita í skíin, sko. En afsökunin sem hann gaf var bara eitthvað, ég æfi ógeðslega mikið og þá verður ónæmiskerfið lélegt og svo bara rúlandum og hann finnst bara alltaf lasin. Já, hann goes too hard, man. Þeir kunna ekki að, þú veist, þú veit að ég æði með þeim, þeir eru ógeðslega góðir að pusha og pace þeirra er insane. En þeir eru ekki góðir, þeir eru orðnir, þú veist, þeir gera of mikið og meiðast og kunna ekki að svona taka í létt, skilur, kunna ekki að taka svona restviku þegar þeir eru að taka og þú veist, þeir vilja það svo mikið og eru svo hungry og síðan eru þeir með harða þjálfara sem eru ekki að hugsa tilfinningar og eru ekki að hugsa út í meiðsli og þeir eru bara með miljón gæja, þannig ég held hann sé bara pusha og hart og er kannski bara með lélegt ónæmiskerfi líka og verið veikur og oft. Það hljómar bara 100% eins og það sé svolítið staðan, sko. Já, það er bara, já, akkurat. Og svona er ekki hægt að koma vit fyrir hann núna, sko. Nei, en ég held að það sé samt training smarter núna, ég menn að sáum að þorlega hans var bara crazy, sko. Já, þannig, hann er komin í Jackson. Þannig að, fun fact, actually, þetta er one of my proudest moments er að hann að TJ Dillashaw hann sá spinkickið og hrósaði mér á því en þeir voru að æfa þar Chimaev og Arman og allir þeir í Jackson með Rampage og æfingakampi var funda af þeim og það þeir eru nýbúin að posta eitthvað fælta YouTube-vídeó um eitthvað behind the scenes og eitthvað þú tjekka því en hann að já TJ gaf mér nokkuð tips og geggjað, sko. En þeir eru búin að æfa þarna og hann er líka búin að vera passa upp á þolið sitt og TJ er örugglega líka búin að vera að gefa hann advice og allir gæðin þarna og þeir eru ógeðslega góðið, það kemur strength and conditioning og svona öllu þessu. Þannig ég held að þetta sé vera perfect aspect fyrir hann að vera og perfect situation camp-wise. Hann er með Arman, hann er með Pat Downey sem ég hefði með út í Flórida. Hann var með hann í þessu kampi og hann er með geggjaða gæja bara sem er bara paid to be there.
þannig ég held Chimaev verið góð champion þó hann slæst einu svona ári. Já, leiðum maður nefnir sko TJ Dillashaw sko, þá hugsa maður hvort að Mér fannst finishið mitt vera svolítið svipað og hennum bráfi finishið þannig í endan, þegar ég TKO hann inn út, það var svipað þegar hann fórum út hennum brá, kastaði svona 1.000.000 höggum og hætti ekki. Ó, ég var búin að glemma því. Mér leið þannig sko, mér leið eins og TJ, ég sagði það bara þegar ég búinn, þannig að þjálfarinn minn sagði mér ekki að kasta spinkickinu og við gerðum það eitthvað í djóki á pötsunum og hann var eitthvað, I wouldn't throw that, hann kastaði því og hann var bara oh, he fucking threw that, let's go. En já, allavega honum. Já, TJ hann var tekinn fyrir að vera á dælunni það ekki? Hann var komin á djúsin. Jú, EPOs. Já. Kannski kemur eitthvað, nei. Nú kemur eitthvað kamsættvesen. Eða hann verður bara fucking meira unit, endurbætt unit. Já, en þeir eru mjög góðir þegar kemur svona strength and conditioning dæmi. Já, potið sko. En það sporti líka bara að breytast svo mikið, skilur, menn er bara komin svo mikil þekking. Já, við erum að gróa, skilur, ég minna, þú veist, við erum ekki búin að vera það lengi, skilur, þú veist, modern MMA. Nei, ekki gammalt sport per se, sko. Nei. Líka ná þokkalega vel utan hnöttin núna, sko. Já. Bara allt í henni koma rússarnir bara á dominera og var svona, já, ok, ég held að þetta væri besta MMA, en hér er miklu betra MMA. Já, og hengi mér Australian og counterar það. Já, þetta er gott svona skæribla steyting á ekki, JDM, ég elska svona anti-wrestling, ég þekki báða stílunum vel. Já, nice. Herru, ef að snerta hans á Leon Murphy á móti Aaron Pico. Þekktirðu Aaron Pico á hana? Nei, jú, ég þekkti, Þú ert alveg búin að tala Aaron Pico, þú veist, bara leið og ég held ég að fyrst frétt af Aaron Pico bara gegnum þig, held ég. Já. Ég búin að vera bara fylgst mánu sinna, hann var bara í Bellator, sko. Þetta var sad for me, sko. En maður sér samt alveg, það er eitthvað aðnað, þú veist, og sérstaklega þessi krókar í bodyði sem maður var að taka á Murphy. Hann er contender, sko, hann var bara fucking caught og slept. Já. Ég meina, ef ég er að fara að vera í fæti og ég er að fara að tapa, ég vil tapa, ég vil go out on my shield, skilur. Það er honorable allavega. Já, það var rosalega spinning elbow. Já. Líka bara, sko, 2 spinning elbows í röð. Það er bara, sko, fyrir þessa helgi voru bara búin að vera 8 á 32 árum. Fattiði mig. Svo komum bara 2 í röð. Þú veist, það bara meikar engan sens, sko. Já, það er bara back to back. Ég var bara líka bara eitthvað, what the fuck, what is even going on, skilur. Við erum í simulation, sko. Já. Þetta er bara eitthvað, ég er bara, það var að gera, skilur. Ég er bara, út af klukkan var, ég var náttúrulega að horfa á það bara live og ég var bara svona, bara kona sofandi hlýðin á mér, þú veist, hún nöldrandi í mér og ég var með þetta sjónvarpinu, ég var bara með þetta, við elskan það samt, en þannig að, já, ég var að horfa í símanum og ég var bara eitthvað svona, hún æfir líka og elskar UFC, en hún var bara að fara að vinna eða eitthvað, manna ekki, og ég var eitthvað að horfa og ég var bara eitthvað, hver er að fæta, hvað er að gera, ég er með eitthvað seppgalsa, hvað er að gera, það var back to back, skilur. Glitch in the Matrix. Já, þannig að þetta var svakalegt, sko. Það var rosalega. Hann er gripinn svona, hann stígur svona, það er ekki svona hægra meginn svona, aðeins út fyrir línuna. Hann tekur svona skref til að setja powerhendinu sem er backhendi sín og stígur beint inn í spinning elbow, það var sætt. Og Murphy sagðist bara, já, ég var búin að lesa þetta, hann var bara að gera þetta á nokkuð sinnum. Ég held nefnilega að hann var örugglega bara að hita upp út af, þegar maður er að hita upp, hvað sem er að regional or not, skilur, UFC, whatever, þú ert, það sem ég var með, þegar ég var að fæta, það var það eins, þá var ég að fæta hérna, þetta er herbyggið, við erum hérna, það er match, sem sjónvarspjarna, með fætanum live, og ég held að hann hafi séð nokkað, sko, það hlýtur að vera og verið bara já, prófa að kasta sér kannski líka einu sinni. Það lendi í, skilur. Þú veist, þannig kom spinning hugsunin, skilur, út af bara einhverju bara svona smá sem að sé bara rétt áður. Þannig það gæti hafa influensað, skilur, hver veit. Já, ekkert ólíklegt. Með að við bara svona back to back. Já. Þetta var vicious, hann var líka bara svo steinrótaður. Já, það er líka slæmt ef maður sé gæri hann að byrja að stífla við. Þá veit maður að það er bad, sko. Já, ég var vel pirraður út í Murphy fyrir að hafa fyllt eftir. Já. Bara þegar menn bara liggja og hann var nánast svona krossfestur á gólfinu bara. Super necessary. Super necessary, hann er bara engin meðvitund.
hann bara bað út höndunum einhvern veginn og bara þarfti alveg, er ekki bara nettar að labba í burtu Hver, maður þarf að fucking vera ágæðin þegar FN kemur. Það er bara eitthvað sem ég er búinn að læra. Hversu, þú veist, þú segir þetta, en síðan, þú veist, ég skil þinn punkt og ég skildi vel. Það er markant, walkout KO, það er nett, skilur, en hvað ef maður lendir í því eins og, þú veist, hver lendir í því aftur að hann var alltaf ekki að reyna að finisha og hann náði ekki og eitthvað svona, hann rockaði gæðin og slítla og svona og síðan gasaði hann og tapaði eitthvað og þú veist, það er bara that's the fucking worst út að hann út að reynda walk off KO gæða eftir að droppa hann en gæðin var ekki það middur að það var for cause, skilur þannig þess vegna er ég líka bara ég er on you until I'm pulled off you, skilur Var þetta ekki hérna Jalen Turner mútið Renato Makam? Jú Wow, just fucking minni getur verið Helsis fíl getur verið Já, damn, ég var líka bara svona ég var svona, damn, hver var það? En það var svona notable fight Var þetta ekki bara á UFC 300? Jú Já, og Jalen Turner var alltaf hann gerði alltaf tvísvar eða eitthvað það var eitthvað tvísvar hann droppa hann einu sinni gerði þetta síðan droppa hann aftur og gerði það og tappa hann bætinu Svo var hann bara söpbar ógæðislega sveikandi shit, ég var bara steingleyma þessum en Lino Murphy, er hann title contender? Já, hann er að fara bara í titlinu núna sko, Aron Frans beitnast af sér varna sko, það var svona eins og hann alltaf ekki jú, ég meina það veist hver hann er að fara í 9-0 ég Rodríguez frekar, þú veist hvað er hann, hvað er aftur featherweight hver er búin að vera aktív í featherweight bara, þú veist, þetta er bara, þú veist, Diego Lopez sem að geti fengið annan sens, svo er þetta Jair Rodríguez sem geti fengið sens þau eru örugglega að fara í og svo er þetta hann hérna, Russi hérna, hvað heitir hann aftur? Hvað heitir hann aftur? Hann er hérna slóst á móti Sterling Já, Evloev, Movsar Evloev Movsar, já, hann er góður, akkur fær hann ekki hann myndi vinna sko er ekki búin að vera eitthvað meðsla og eitthvað Jú, eitthvað svoleiðis en Murphy sko 9-0 í UFC Já, true, hann er undeniable Já, bara og sérstaklega þetta, hann fucking knockout maður Já, þetta er rosalega knockout svona, ég get ekki neinn svona á pappír allavega þá get ég ekki séð fyrir mér af hverju Murphy ætti ekki að vera næstur í röðinni Nei, einmitt Já, hann verður næstur sko, ég segi Já, er þú að segja mér það? Við heitum það fyrst hér Já Aaron Pico, er þetta bara er hann breyttur maður eftir þetta, veist? Er maður bara breytist maður eftir að vera rótað snýla? Svona psykið sko. Ég get sagt þetta persónulega eftir að TKO the fear left me ég I'm at peace Já, ok Ég er svona saman hvað ég I'm at peace Já, ok Þú veist bara God's got me, skilur þú veist it's my day en annarkort gerist það eða gæjar fá the fear sem þú veist svona ég vil ekki rótast, ég þori ekki að exchange ég vil ekki Já, verða rægir sko sleppt Já, þannig að svona kannski bara 50-50 hvað gerist bara kannski bara eftir hvernig karakter hann er Já, en hann er mjög sterkur karakter og er með mjög mörg ár í sín belti Já, maður sérlega er eitthvað spes en að gæja hann er spes Já, hann er spes þetta box var trillt sko Ég sagði sko, hann var horfð á KO-inn hann, skilur þú veist, mér finnst þetta svo fátt að þurfa að tala að hann var rótaður, skilur þú veist, þetta var ekki á mínu bingo-karti allavega Nei Það var á mínu, ég var með Murphy by KO og Cycle Parlayinu mínu ég lendi Chima by decision og hérna og Murphy by KO svo var ég með Cannonier by submission skil ekki hvernig þú feist það át hann reyndi Kimura á hann í þriðalótu, goddamn ég var svo nált þessu, það 1,5 milljón sko það er fyrir 3 bardaga, það er rosalegt sko. Þú veist, horfið hann er svo góður að mixa upp hann er svo Topuria, hann er góður að mixa upp haus, body og að melta gæja og þreytir á þannig og hann er með liver shot finishes anybody sem er með liver shot KO þú veist, þú hefur my respect maður sá alveg að Murphy leiði hann fekk eitt svona vinstri krúk í body þann bara slekkur á fólki það er svo, þú veist, ég er liver king sko, ég elska að fara í liver shot sko, það er bara þú veist, ég elska að fara í calf kicks og liver shot þú veist, í fights, það er svona big things og núna oblique kicks undanfarið nice en já, þú veist, akkurat eins og við segjum á það flippa eitthvað svits þannig, hann er að reyna að meða mig en já,
akkurat, hann er svo góður í því að mixa upp niður og bara slekkur á fólki og þú veist, gæinn getur hort í augun og verið bara en hann ræður ekki við það þetta er líka bara, þú veist, þetta er skákamát þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki svona þú varst heppinn þú hittir lucky shot þetta er ekki lucky shot motherfuckers það finnir líka bara, þú veist, það er bara svona slökknar af líkamann þegar gæðin er bara, nei, ég vil standa en það er ekki hægt þetta er út af, þú veist, þetta hristir lifurinn og það resetar bara allt í líkamanninum út af því það er að reyna að venda innebliðin ég hef allt út af þessu sko ok já, ég er með frekar háan lista sko, ég reyna alltaf að fara í lifurinn sko og ég er alltaf að reyna að láta fólk fara í mig sko, ég er alltaf að reyna ég er með bounty á mig í gyminu sko það er bounty á mig sko og hvað, náðu með lifursjóti? já, ef einhver droppaði með lifursjóti og þú veist, ekki Gunni eða þú veist eða hann já, bara ekki Gunni eða einhver head coach eins og Luka, þeir droppuðu mig alltaf skilur en það er bara í tóninu eða eitthvað ef þeir gera það ekki cheeky og svona cheap þá er ég alltaf til í það sko. Mér er svo gaman að láta challengea mig það er svo gaman þegar nýju gæjar vilja sparra mig og ég þarf að lesa og það setur mig í næstu í svona fight mode að þurfa að vera að lesa einhvern út af því, þú veist, að æfa með sömu gæjunum er næs, en það verður ógeðslega maður þekkir það. Svona er svo gott að brancha út og vera í óþægilegum situations. Það er það sem ég þræfa fyrir, sko. Það er svona fór ég út, skilur, og var bara lét bara taka mig bara í Florida í langa tíma. Næs. Sko, þegar maður er með svona bounty á sér, það er hvað, þú veist, eitthvað velun sem maður að gefa frá þér eða þú steikir hvað ert þú bara? Sko, það átti dreyma að ég sé ekki að fara að mæta okkar keppnisæfingu það verður bara stærra bounty af eitthvað núna það er, þú veist, það var eitthvað ég manna ekki, það var eitthvað þú veist, ég veit ekki, 10 skall cash eða þú droppa mér með lifushot það er bara, þú fær bara 10 frá mér, skilur, persónulega þú veist, órespekt mitt skilur, þú veist, og ég er ekki með neitt íkó, sko, ef einhver droppa mig þá droppar á mér, sko en bara það er gaman að, þú veist, mér finnst gaman að setja bounty á hausinn á mér Biggi, hérna, you fancy your chances Emma Hanskar, heldur þú náir annar frá Hey, ef þið viljið taka upp content, stokkar, ég er alltaf til í það, sko ef þið viljið taka upp svona, ég er alltaf til í að koma og kannski taka smá placebar og buffa okkur næst ég er alltaf til í það, sko, þið þurfum bara að bjóða mér ég er open blaðsjör, sko Já, ég hugsa, sko, ástæðan fyrir því að við sem ekki búin að bjóða þér er bara því að ég er bara að byrja að kúka á mig við tilhugsunna, sko þannig að ég er svona einhvern veginn, ætti ég að taka upp content þar sem ég bara kúka á mig Nei, já, þú veist, þið sparrið mig, þið fáið það sem ég gefi, sko. Það er bara þannig með mig, sko. Sér það er ekkert eðlilega fristandi, sko. Þú veist, það er gæjar, þú myndir vera hissa, sko. Ég þarf að drop bodies í, þú veist, livershot, sérstaklega. Þess vegna þarf ég bara sem coach, það er alltaf verið eitthvað að reyna að sanna sig og eitthvað, og alltaf verið eitthvað svona, ok, ég vill komast og ég vill vera betri og ég ætla að sanna mig, ég ætla að sýna Aron í dag. Og það er geggjað, það gerir mér líka bara, heldur mig á tónum, sko. Og það gróður bara lið okkar meira og það hjálpa þeim, það hjálpa mér í allir jafn mikið. Biggi, við tökum 2-3 mínútna spálutur um því Aroni. Ok, ég kem. Let's go. Ok, það er staðfest. Shit. Þú veist, það getur verið eins vinalegt og ég er engin bully, sko. Ég er weight bully í fights en ég er engin alvöru bully, sko. Ekki gym bully. Ég er all peace and love, sko. Þú veist bara klættur eins og allir bullýjar sem hafa bullýjað mig í gegnum æfina. Ég er bara í wife beater, bara, já, ok, Satan er þess að, en ég meina, þú veist, já, það er, þú veist, ljós hérna og, þú veist, þið sjá það ekki, það er svolítið bjart inninu, sko. Já, það má vera bjartar yfir betli, eins og segja. Hérna, Það er bjart eða maður put shades on, sko. Já, það er bara svo við sjáum betur. Það þarf að lýsa upp myndarlega menn svo að náist fyrir myndarlega. Já, hérna, þannig að Lyra Murphy kannski næstur í titilskot og Aron Pico kemur okkur tilbaka og rótur einhvern gæja. Ég er bara svona spáðið núna, Aron Pico komið tilbaka. Ég er með fætt fyrir hann. Arnold Allen. Það er góð fætt. Það er ekki. Jú, það var eitthvað geggjað fætt. Ég held Pico geti alveg unnið hann fætt, sko. Já, ég myndi vilja hafa hann svona aðeins niður. Er hann búinn að fæta eitthvað síðan Holloway?
Arnold Allen, já, var það ekki? Jú, beti, við hvað barast hann? Bara að það væri einhver fíll hérna í stúdíónu sem myndi hluti bara að gera þetta. Jú, beti, hann tók hérna... Ég með svo mikið gullfiska minni, sko. Já, En ég fíla að horfa, ég fylgist með þessu öllu, en ég ekki að fara að vera gæinn sem að fara point it out, sko. Nei, ég ekki nógu einhverfur til að... Giga Chikadze, hann barðist á móti þér núni og þú manst ekki eins og eftir. Nei. Já, Giga Chikadze, tífæri nonna, sko. Já, Giga kick, já, Giga góður. Já, Giga, hann svolítið búinn, kallið. Já, hann barðist á móti Mofs og Evlov og Giga á eftir Max Holloway, sko. Já, ok. En ég held að það Aaron Pico og Arnold Allen, þú veist, ég held að sé bara svona fínt step down in competition frá Murphy. Bara shakeout fight. Já. Bara það sem göllum að í bysinu, shakeout fight. Ég segi einu level neðar, bara svona vinni pottit. Og svona komið svo strikk. Þá gætu við verið að tala Josh Emmett eða eitthvað. Josh Emmett, Dan Ige Savage. Hann getur verið að róta Dan Ige. Hann með eitt að hættulegst hægir höndum yfir geiminu, sko. Já. Emmett slípaði Mitchell. Ég man eftir því, maður. Ég hef bara sjaldan séð mann bara stiffa, bara svona leggjast bara faceplanta í canvasin, maður. Shit. Já. Djöðlar ekkert, maður. Ég held að Pico og Allen sé the fight to make, sko. Já, við sammála. Já, ég nokkuð saman líka. Ég þarf kannski að koma með fightposter mitt, strákur. Ég með auka. Áttu fightposter? Já. Já, geggjað. Ég með fightposter, signed og allt, sko. Nice. Við eigum nefnilega að það vantar Ég eitt með og fightposter og gull, sko. Ég get komið með... Já, maður. Já, Við elskum það. Ég ætla að hafa kollaðan uppi og verða að hafa mig líka. Já. Kolli, ég elska kolla, sko. Kolli er minn maður, sko. Já, Kolli er snillingur. Við eigum með einn póster sem er hérna á eftir að fara upp á vegg. En svo vil ég að þessi veggur hérna fái eitthvað hillu og eitthvað svona skemmtilega. Já, maður bara Hvað er póster á eitthvað? Algjörlega, næst þegar ég fer út þá get ég líka gripið eitthvað combat night, bóla eitthvað til að freyma. Fuck já. Það kemur hérna. Bam. Og þegar þú gefur út merchið þitt, þá vil ég fá það líka hérna á vegginn. Þá getum hérna promótað það almennilega. Let's go. Ég vil að allir lappi Allir hjálpar stað. Já, allir hjálpar stað. Mega til, já. Já, ég vil að allir og ömmur þeirra séu í Anna Fransbólum. Já, okkur. Let's go, maður. Let's go. Ég er mjög easy að vinna með, sko. Ég er mjög... Já. Straight to the point gæði, sko. Já, þokkalega. Ég bara hef ekki aðra reynslaðir en það, sko. Nei, bara... Ég æfi ómikið og díla ómikið bullshit til þess að vera að díla við bullshit og þegar maður er að tala, skilur. Ég vil ekkert hugsa út í hvað ég var að segja fyrir hálftíma, skilur. Þú veist, ég segi allt út hreint og beint, sko. Já. Ég hef alltaf eiginlega þannig, sko. Það er best þannig. En hvað finnst okkur Carlos Prates á móti Jeff Neal? Prates er að fara að vera title contention eftir þetta aldrei. Já. Hann ætti líka að vera, sko. Það er ekki hægt að díla við þetta stræki. Var það nettasta walk-off KO? Já, heila, bara... Þetta er bara nettasta sem ég hef séð. Já. Svona walk-off KO hérna, sem ég byrja að horfa á UFC. Bara náða það bara 2 sekúndum, áður en bjallar, bara spinning back, gæinn flóraður, og labbar í burtu, og bjallan bara búp. Já, þetta verður ekki mikið flott en þetta, sko. Hann er líka, hann var að kasta öllu með intent, og hann var rosalega mikið, hann var í fætinu, meira heldur en maður hefur séð. Við vorum að tala áðan akkurat áður fórum live að hann er akkurat við held eitthvað að switcha í mentalityinu og fighting nerds líka svo gott lið bak við hann en hann er fucking góður, ég studdi hann alveg on the daily, sko. Hann og Ruffy er alltaf eitthvað stilengur, sko. Þetta er skemmtilegt gym, það er allir ógeðslega skemmtileg og spennandi sem að koma Já. Þetta er evolution, maður, ég er að segja þannig að þú veist, það er búin að höra killers out of Brazil bara síðan Shooterbox, skilur, þú veist, bara old, þú veist, bara Pride Day, skilur, þegar við erum að tala alla Silva skilur, þú veist, alla legacy baku þetta, en núna er þetta allt orðið svo miklu meira sett saman, meira technical og complete. Já. Og evolutioni verður bara crazy. Ég held Brasilia sé að fara að taka yfir svolítið. Einn af 3 gæjum sem æðið með hann úti voru brasar, sko. Bara þeir voru bara, Shama, skilur, þú veist, það er bara, þeir eru líka svo kannski hefur það líka eitthvað við það að gera, að þú veist, eins og í Rússland, Dagestan, þetta er rosalega poor staður, alveg eins og Brasilia, og þú veist, þeir make eitthvað út, þeir fucking taka og they run with it, they run with the ball.
og mikið af löndum, sérstaklega Evrópulöndum eru fucking privileged og spoiled, skilur og við höfum á gott, skilur og við getum ekki að appreciate það sem er framan okkur og þú veist, já, við erum bara hungraðir í svolítið einhver meginn og byggðu eitthvað fyrir sjálf sig in the dark og síðan allir bara, wow, hvað er þetta, skilur en þú veist, ef maður er búinn að vera in the know þá, þú veist, veit maður að, þú veist, rússar og brassar og allir þessi gæjar eru með sitt system, skilur og já. Þannig að bara skemmtilegast hvað þessi fátækulönd geta gert mikið úr litlu. Já. Bara eins og bara einhverja, þú veist, fjallageitur þarna upp í Dagestan. Akkurat. Bara ótrúlega hvað það getur gert með bara einn góm og parkett, sko. En bara... Já, ég held að það kemur rosalega mikið að greatness út hardship, sko. Já. Akkurat. Það er með erfiðari sem maður geng gegnum í lífinu og þú veist, ef maður fóldar ekki saman hvað gerist og sumir lendi rosalegum hlutum og eru eins og þarna í Fighting Nerds til dæmis, þarna, hvað heitir hann sköllótti, John Silva, það var, þú veist, það var bara misnóta mömmu hans fyrir framans og bara, þú veist, lífið er alvarlegt, skilur, þú veist, fighting er gaman, þannig, sumir sem hafa séð Darkness, kannski eru meira til í að, skilur, að njóta og taka öllu liðinu, þess vegna er fólk svona ógeðslega happy sem er að gangin meira hluti, skilur. Þú veist, þeir taka öllu miklu betur og þú veist, ekki for granted. Og ég held mikið að þessum löndum eru að lenda í akkurat svona fólki sem er að skína. Sem er skeggja, sko. Sem er geðveikt. Svona retæraði öll þegar ég fá pening. Þeir eru bara, já, ég er búinn, ég er komið nokkra millur, ég er búinn, sko. Ég ætla að kaupa mér villu í Dagestan, ég ætla að kaupa mér hús í Brasilíu. Fæking barnabörnin mín eru góð, skilur, þú veist, bara... Það er bara set for life. Já, akkurát. Þetta er líka að vera notað, sko, þú veist, þú vilt ekki bara borga sem fæturum of mikið pening. Þetta er líka orðið aðgengilegra, það er máli, líka. MMA er starra en ever. Og, þú veist, núna, akkurát, við mest að sjá ógeðslega mikið á, en akkurát, ég vildi ekki grípa fram í það. Nei, ég var svona ekki að segja neitt merkilegt, sko. Nei, geggjað. Carlos Prates, þarf hann að hætta að reykja, eða? Nei, hann er einmitt bara annars sanna, hann getur bara orðið champion, hann ætlar samt bara að jamma og reykja og eitthvað. En væri Carlos Prates svona 50% betri Carlos Prates ef hann væri ekki alltaf bara með pakka Marlboro? Ég meina, alveg örugglega, en kannski ekki, skilur, þú veist, þetta er bara allt, þetta er bara þú veist, þetta er ekki gimmick, skilur, gæinn reykir bara, skilur, og ógeðslega mikið að fighters reykja, skilur, sígarettur, það var bara, þú veist, það er kannski ekki lukkar út af, þú veist, þetta er orðið svo mikið, þú veist, núna er þetta svona, you're an athlete, en þú veist, í Muay Thai-inu í Tælandi, skilur, ég meina að Thai-þjálfarinn er að fara að vera, halda pötsin fyrir og síðan fer hann út í hotn og reykir hann í sígarettu og síðan kemur hann aftur, skilur, þú veist, hann eittir rosalega miklu tíma í Tælandi til dæmis, þannig kannski þetta bara venjulegra þar. 100%. Og þú veist, notar og runna með þetta gimmick, skilur, út af, þú veist, hann er obviously að leggja inn tíman í þú veist, að æfa og obviously er þetta ekkert að bugga hann ef hann er ekkert búinn að sýna það. Þannig, mér finnst bara kikka, sko. Mér finnst það klikka gimmick, sko. Dana White eitthvað, who's smoking in here? Mér finnst það kikka, sko. Hann er eitt af nettustu gæjanum for that reason, sko. Labba líka alltaf út við hann að Lamborghini með Skrillex, hann að Purple Lamborghini. Alltaf, maður bara síðan debut, þetta er lagið hans. Ég hef ekki pælt í því. Hvaða barndag finnst þú ætti hann að fá næst? Kalla át Leon Edwards. Já. Er það ekki bara give the man what he wants, eða? Hvernig slóst Leon senast? Bara, á móti honum á sama karti og Gunni, á móti Brady. Já, var það ekki að Brady fucking smoka síndi sér level í því fæti. Hækrótsa hann á hausinn, sko. Já, það er ekki að fæt. Hann er að æfa aktífli núna, þannig. Hann Leon? Já, ég er búinn að fylgjast með Renegade. Já, ef ég var Leon, ég hefði bara kúkað á mig þegar þetta call-out kom, sko. Já, mér pratið svo hann með langar faðum og hann myndi stríða Leon og mikið. Hann að MVP er skemmtilega bort það.
Það var ennum mjög skemmtileg bara Já, þau er báð með momentum núna. MVP er samt bara komin upp í middleweight og Já, það virðist verið búin að fylla bara svolítið vel upp í þann þyngdarflokk. Já, hann er stór sko, hann virkaði mjög stór. Já, ég myndi held að Jared Cannonier væri með eitthvað svona líkamlega yfirburði og eitthvað þannig, svo er ég bara, damn, hvað MVP er stór og bara orðin bara svona þykkur, hann er ekki, þú veist, þegar Jared Cannonier var sko heavyweight sem er búin að kvætta hann í middleweight og meðan að MVP er eitthvað welterweight sem er komin upp í middleweight. En einhvern veginn fann sér niður með árunum. Hann var í heavyweight, það crazy. Það var vel köttu górilla þarna. En mér finnst bara MVP, hann virkaði bara, þú veist, stærri og bara, þú veist, hann virkaði ekki eins og welterweight sem að fóru upp flokk, hann virkaði bara eins og middleweight. Já, Prates er svona, hann ætti að fá eitthvað title eða eitthvað title top 5. Hann er stjarna og UFC ætti að reyna að nota fighting nerds dæmið meira, sko. Já, hann er rankað 12, hann er búinn að tapa fyrir Garri sem er í, þú veist, 6. Það er ekki svo ólíklegt að hann tegi sig ofar í Garri eftir að hafa tapað fyrir hún, sko. Þannig að eitthvað svona Joaquin Buckley. Já, getur verið skemmtilegt. Og ekki litli bróður minn elskar hann, maður. Ég skil ekki að pílið jafn mikið, maður. Á Joaquin Buckley? Já, litli bróður minn, Sam, og hann er amerískur. Hann einhvern veginn fór live að horfa á hann þegar hann fucking Thompson crazy, hann bara spassaði sig í högg, skilur bara hoppaði bara eitthvað, skilur bara, what the fuck, skilur og hann er alltaf eitthvað, ég er að kenna honum líka, skilur hann er í Muay Thai-inu, litli bróðir minn og ég er alltaf að kenna honum og hann er alltaf að gera þetta og eitthvað alltaf að tala shit talandi eitthvað hvað tækni skiptir ekki máli og hvað hann sannir það og það, þú veist Hversu ungur er litli bróðir? Hann er 15, hann er lítill heimskur, veit ekki neitt, sko, en ég er svolítið sammála honum, hann er svolítið athletic, en hann væri ekki með sín fucking muscles og bara hvernig hann væri, svona athletic, þá væri, þú veist, eins og hvað eru top momentin hans, athletic moments, eins og þegar hann gerir spin-kickið, það sem hann gerði, skilur, þú veist, gæi swipaði kickinu burt sem er mjög fínt defense og hann hugsaði, herru, í staðin fyrir bara, leið mér að taka fótum minn tilbaka út að ég er bara venjulega fighter. Leið mér að hoppa af honum inn í backkick í hausinn, þú veist, með ekkert momentum, skilur, þetta er eins og þetta er bara crazy, sko. Og síðan hann að Thompson að fucking hoppa bara eitthvað út í lofti, skilur, þú veist, fætuna henni hefur verið gólfinu, þú ert að kýla, skilur, þú veist hvað ég meina, þannig, já, hann bara, ég bara mun aldrei dáta þann gæja, sko, betta á hann, bara betta á, sko. Á Buckley? Já, bara. Ég hef grætt góðan pening á Buckley stundum. Hann er sleeper, maður, ég get ekki sagt shit, sko, hann er líka, hann er með ömmu og hann er erfitt situation í lífinu og eitthvað góður strákur. Já, hann er bara I pay full-time care for my mom, skilur, and my grandma, you need full-time care, that shit's expensive, skilur, þannig hann er hungrar, þess vegna er hann svona, hann er bara trying to win, sko. Já, hann er hungry fighter. Grinder, það er erfitt að vinna mútið grinder, sérstaklega athletic freak grinder. Já, fucking öflugur. Herru, talandi öflugt, Unbroken, real-time recovery, frjálsbróðandi amínósýrur unnar úr norskum laxi. Þeir sem æfa mikið og æfa hart ættu ekki hikja við að prófa Unbroken. Algjör gæði að vera í alla staði. Hámarkað svo árangurinn að velja með yngling fæðabótavörum, Shilajit náttúrulega styrabústurar og sveppablöndur. Við fáum 15% afslátt með 15 lotan 15 við checkout. Svo var M-Fitness, íþróttafatnaður, lóð og jógavörur, stóðröða 15 og Tryggabraut Akureyri. Já, klæddu þið vel á meðan þú æfir. Já, heyrðu, fun fact, ég er með hvítar svona skin-tight stuttbuxur frá M-Fitness sem ég var í undir mínum milljónir stuttbuxum í bardaganum. Þannig að fíla alveg vöruna frá M-Fitness, sko. Ég á bara þess eina buxur en ég er búinn að eiga þær í 5 ár. Það eru mjög góður, svona compression, ég nota þær alltaf þegar ég er, þú veist, ég fíla að vera í compression, þú veist, nærbuxum og síðan compression yfir og síðan æfingabuxum mínum, þú veist, þannig það var bara mjög næs. Það var smá M-Fitness Kekja að vera sponsoraði, ykkur, það er bara snill. Geðvegs. Já, þetta var legendary buxur í framtíðinni. Já. Það var bara að ramma þær inn. Bara með nutsack sweat og alveg. Ekki þú þær.
Já, kannski bara renningur aftan líka. Ég var stressað fyrir bóttan, sko. Ég er að fá pungsvitan, bremsuförin, allt saman. Já. Fyrir resale value-ið. Já, akkurat. Allt unbrokenið sem ég var að taka fór bara beint í svitan og í gegn, sko. Norski laxinn sem að finnu bara. Já, það var góður, sko. Það hjálpaði mér að núta á móti í kununum, sko. Já, það ekki. Já. Sér, ég ætla að kveðja þetta samtala á þenni bara ælu upp í mig. Já, þetta hægt að sponsa ykkur. Nei, ekki með þessi. Nei. Herri, hann fær aftur performance og night bonus, Prates. Er það ekki bara Verðskuldið. verðskuldað? Með þess að Dana White var bara búinn að láta Joe Rogan vita af því bara og hann sagði bara, herri, já, Dana White sagði að þú fær 50k, þú veist, bara í viðtalinu. Hann er bara þéna bara á þessum, hann er alltaf í einhverjum fight of the night, performance of the night. Þegar þú ert með svona stíl og ert svona calculated og ert svona mikið fucking specialist, þá gerist þú það, skilur við. Það er það sem ég er að reyna að stefna á sjálfur, að vera með svona stíl, svona wow stíl. Já. Conor var það back in the day, counter stíl, catcha folk sleeping. Pratis gerði það á móti Murphy. Hvað sem kemur inn, bam, spinn olbúar, Pratis var ekkert að búst ykkur spinn olbúar. Það er crazy, sko. Jeff Neal þá? Gunni, akkurat Jeff Neal, sorry. Gunni góður í því líka að setja upp svona högg sem bara svona lenda og þú bara ert ekki einu sinni, þú serði ekki einu sinni koma og það er akkurat bara það sem Pratis er bara bestur í. Og í lifurinn líka, hann er góður að fyrir lifurinn akkurat að hnjáa í lifurinn, hann er mjög underrated þannig að hann gerir það. Það er rétt. Gott stöf. Ég vil sjá hann á móti Michael Morales. Já. Er það ekki hann að krakkinn hann að svarti? Hann að sem er check, hook knockout, er það ekki? Nei, er það ekki hérna... Lyfti hinn og stegi yfir. Nei, það er Malcolm Velmaker. Já, er það ekki hérna Venezuela eða Columbia-maðurinn hérna? Jú, hann er 15-16-0 eða eitthvað. Mjög spennandi gæði, sko, Michael Morales. Á hann að tear, sko. Já. Það verið geggjað. Hvers konar stíl er hann með? Michael Morales. Bara svolítið boxari, sko. Já, ég geti aldrei lýst stílum svona animated eins og þú gerir, sko. Bara hérna yfir, bara pá. Já. En þú veist... Þessi hérna gæði. Já, þessi gæði, fucking killer. Það er náttúrulega nokkur svona, þú veist, killerar í welterweight, sko. Þetta er besta deildin. Já. Það er bil. Já, það er hann geggjur deild. Herru, hérna, þetta er hæg og góð yfirferð yfir þetta karl. En það er bara, menn við komum til að leika sér. Hérna, hvað vil ég segja við Michael Venom Page og Jared Cannonier? Michael Venom Page syndi sitt level, sitt striking level. Hann svo góður að fara inn og út og einhvern veginn lalla gæinn í sitt snake charm og síðan setja upp sín stór högg og síðan já, kottu, ég er farinn. Búlaug Matador, hann er mjög góður í því. Það var rosalegur sjómann. Já, það var rosalega gaman að horfa á hann. Það er svona, en maður er alltaf að hugsa, við verðum eitthvað svona Anderson Silva dæmi, þar sem hann verður bara get caught og rótast. Já, hann hefur það. Á móti í Bellator, hann þú veist, hann var low kick á BOOM rótaður, ég meina, þú veist, hann veit alveg plus og mínus við sinn stíl, en hann bara fílar svo mikið að gera sín oh shit moment að hann einhvern veginn, bara leifur þessi hafa og er góð með hann point stíl. Kemur gæja út í sínum svona rhythm. Það var alveg fyndið, sko, að bara tvisum það sem að Cannonier er slegið niður og hann er bara svipinn, hann bara veit ekki hvað hafa gerðist, skilur. Menn sjá ekki þessa hægra hendi og hvað hann er fljótur inn og út og... Hann er svo góður að setja hana upp líka. Já. Og bara alltaf út einhvern veginn svona er hann engul og bara ógeðslega erfitt að grípa hann. Já. Það er mjög erfitt að, þú veist, initiate að clinch við hann. Það er geggjar cut angles, akkurat. Já, það er bara, þetta er problem, skilur. Svo hugsa maður bara, hvað ef við mæti bara geggjum kickboxera sem er bara kickboxer. Það er góð kaffkickara. Já, bara, en þú veist, Shara Magomedov, hann tók og pakkaði honum. Shara var bara... En Shara, hann er öðruvísi típa stíl á kickboxer. Hann er svona Thai variation af svona ego, svona, hann er mjög svona traditional. Hann kastar, hann er hættilegur, hann er mjög hættilegur, en hann þarf að fara á móti svona gæja sem er góður að svona fara inn og út með boxstíl og góður að kaffkicka, góður að með svona eins og gæja eins og Jai Herbert til dæmis. Jai Herbert er mjög góður, svona bara, þú veist, á paper á móti þeim stíl. Svona langur.
Já, ok. Ég hef aldrei, já, ég hef ekki hugsað það. Já, hann er, þú veist, hann er ekki það, hann er löngu dottinn úr myndin, en ég bara segja, skilur, ef þú þekkir hans stíl eitthvað. Já. Herbert var náttúrulega ekki langt frá því að róta Topuria á Já, þessum hann tíma, katsaði með sneaky kicks og high kick, til dæmis, og droppaði Topuria á rassinn og var bara slípaði í næstu, en hann er líka góður að kaffkicka og, þú veist, að tæma hlutina á móti svona gæjum eins og Page það sem skiptir máli. Og ekki leyfa þeim að byrja að byggja momentum. Og þeim leiða þeir byrja að byggja momentum, þá byrja þeir að tonta þig og þá byrja þú að reyna að kasta og þá koma þeir út og þá fá þeir meira momentum og þá finna þeir þetta killshot. En gæi eins og Volk á móti Max, það er gott comparison. Hann góður að svona brjóta upp rhythm. Max er góður inn og út fljótur, volume, en hann að Volk var alltaf bara boom, interruptan í miðju kombói eða eitthvað, skilur, og stoppa dead in the tracks, einhverju bullshit að gerast í exchangeum, skilur og það var ekkert patience fyrir neinu svona, þetta er ekkert skill for skill, þetta er bara ég ætla bara, þú veist, kýla því að þegar þú ert ekki búist því. Mér veist, Garri gerir þetta ógeðslega vel á móti Prates í þeim bara það líka, einhvern veginn bara, þú veist hann bara svona sá þegar að Prates var að fara á stað og þá kom bara með bara svona perfectly timed jab sem bara svona stöðvar alla sókn bara áður en hún byrjar. Akkurát. Það er bara geggjað comparison. Það var akkurát það sem ég er að tala um. Þetta er, þegar maður er komin í svona hátt level of fighting, þá verður þetta svo boring og maður verður að þurfa að gera svo miklu meira og það gerir svo miklu minna en þessi litli hlutir eru svo key að halda fólki frá þér og þú veist ekki leifa, þetta er crazy. Það verður svo meiri vinna fyrir hausinn heldur en líkamann. Já, þetta er allt í hausnum, sko. Líkaminn er bara reacting, sko. Og já, því meira sem þú ert reacting, því betra, sko. En því meira sem þú hugsa, því verra. Og það sem Page er góður að gera er að láta gæja hugsa. Láta gæja alltaf resetta, skilur. Og það er ógeðslega frustrating. Það er svona, ég er akkur að reyna að gera það sjálfur, að vera alltaf snakesarma gæja. Gunni geggjaðir í því líka. Að maður er svona maður veit aldrei hvernig maður að fara og síðan katsaðir í staðinn þá verður hann að fá einhvern sem er á sama level á hann og sem getur gefið honum skilur svona, ég get ekki verið að tonta, ég get ekki verið sjómann en það er mjög fáir. Issi myndi kannski það er geggjað fætum. Issi er svona einu gæjanum sem gæti kannski bara fully schoolað Page point fighting wise. Það er the fight to make, maður. Já, ég samanlega. Ég vil sjá það. Já. Hringdu í Deina og segja Issi, ég veit ekki bara hvað, hann er búinn að vera á einhverju life searchi. Já, er hann alltaf hann að berjast meira? Ég veit það ekki. Já, jú, það lítur að. Hann virkaði svo voða eitthvað bugar á lífinu, eða svona. Já, hann var greið kallinn, hann fengið einhverja hjálp. Já. Ég held að hann var að ganga gegnum þunglindi eða eitthvað, ég veit ekki. Það var bara út af því, hann var bara top of the world. Já. Síðan tapaði hann einu fæti og síðan einhvern veginn bara moveaði life on. Og það kom ný stjarna inn og já, mjög erfitt að díla það. Ég rétt ímyndum mér. Koma sér aftur inn í ljósin. Já. Er hann ekki bara eitthvað að dúlla sér í gólfinu? YouTuber, skilur. Er hann? Já. Shit, what? Hann er alltaf eitthvað að posta á YouTube. Já, hann er stylebender. Freestylebender á YouTube. Ég er búinn að horfa í mörg ár, sko. Ég er viewer, sko. Hvað er hann að gera á YouTube? Bara vlogs, sem hann er að æfa, vlogs, sem hann er að kíka Volk, cooking with Volk, og gestar á því, og búlja bróðið sinn. Hann passar að vera alltaf að filma þegar hann horfir á UFC til að gera sjálf þessi relevant, hans reaction. Já, akkurat. Hann alltaf live reactions og síðan er hann alltaf eitthvað að posta, hann alltaf að búlja bróðið sinn í drasl, bróðið hans er feitur og eitthvað reyndi bróðið hans reyndi eitthvað að kikka púðan og datt eitthvað og hann verið postaði og fór alveg viral og ég man en hann er alltaf að gera eitthvað, hann er content á fullu en ég veit ekki hversu mikið hann er búinn að vera að æfa sko. Hann með David Goggins eitthvað að gera eitthvað Hell Week með honum og eitthvað. Ég var til að sjá þig, Biggi, í svona Hell Week. Hell Week, ég get ekki Hell Week. Þú getur komið til mín í Hell Week, sko, það er gaman, sko. Já,
Ég geti svona hell afternoon, kannski. Bara svona strengþing, bara hvernig sprettinu mínir eru fyrir seinasta barða og svo það örugglega bara leiðilegt. Ég er búinn að fókusa virkilega mikið á þólið mitt, seinustu bara... Eftir aðalega á saltbækinu? Saltbæk og sprints, já. En akkurat, ég var að draga ykkur í það kannski einn daginn, einu svona viku spretti ég. Eða reynið allavega, ef ekki, þá er ég hjólandi akkurat, ég hjólaði hingað á Vesturbænum. Akkurat, við erum rétti á kringlunni fyrir það sem eru forvitnir. Það er mjög næs að styrkja fætur og vera aktífur, sko. Mér fann það út í Flórida, ég var miklu meira úti, miklu meira activities, ég var miklu meira að gera, þú veist, ég var aktífur. Og Íslandi lendir maður svo í þessu og vera svo mikið, þú veist, það er kallt og núna er að koma vetur og svona, maður er svo innilokaður. Maður bara keyrir í vinnuna og svo keyrir maður heim og þú veist... Akkurat, ég var bara jetskíum að hafa gaman bara fight week, skilju. Það var gaman, skilju. Dreif huganum. Já, þetta er öðru stúdíu, sko. Já. En ég hef aðeins fundið í sumar, sko, því ég er búinn að hjóla mikið í sumar. Bara laðið bílnum mínum og ég er bara með svona lítið rafmagnshjól og ég er bara að hjóla á milli. Ég fæ miklu meira út úr sumrinu. Man finnst eins og maður sé ógeðslega aktífur og hjóla á milli og bara eitthvað svona Sólin, hún skiptir máli maður. Nákvæmlega, loftið. Tanar svona ofan á skallanum einhvern veginn og maður er í andlitinu, skilju. Maður er eitthvað svona jafna brungu bara allan hringinn, sko. Ég var að svitna í dag. Ég var að fara á Vesturbænum í Mjölni í gymmið. Þannig að ég var að þjálfa kickbox 5 og það var bara fucking beaming down. Ég bara þurfti að vera bara svona á hjólinu bara úti, sko. Mér þetta geggjað, sko. Sólin er sterk á Íslandi. Hún er lúmsk, sko. Hún er bara fucking gamma ray, sko. Já, gamma ray. Þú komið krabba með bara. Herru, hérna síðusti barndaginn sem við vorum að ræða. Tim Elliott móti Kaya Sakura. Það var... Ég er þreyttur á fucking UFC að kasta fucking japansku gaurunum to the wall. Alltaf. Þeir eru ekki búin að fá að sína sig. Fucking give them a chance, skilju. Striker móti striker, come on, please. En þú veist, Tim Elliott ætti nú að vera svona bardagið og gætir eitthvað... Nei, Tim Elliott er specialist, sko. Hann er fucking... Ég er með tengilega sem ég er búin að vera að æfa með, sem æfði með honum back in the day, bara 2010, skilju, hann er ekkert eitthvað svaklega bara regional pro, skilju, sem ég er æfað með úti. Og hann sagði að Tim Elliott, viskan hans og glímu IQ-ið hans væri svo hátt. Þið sáu það. Maður sá það bara þegar hann fer í þetta tjók. Og hann er engin sláts af standandi heldur, sko. Nei. Það er erfitt, sko, að standa á mótunum, sko. Þetta er geggja guillotine. Mér finnst það svo skemmtilegt, skilju, að maður gleymist maður þarf ekkert að loka höndunum í mounted guillotine, sko. Nei, getur alveg... Veistu, já, og verður bara með mjöðmina fyrir. Chinstrap. Já, og verður bara með mjöðmina fyrir. Og það var svo lítið... Asakura var með engin ráði, sko. Þetta er líka svo... Þetta er svo American. Þannig að þetta svona cowcatcher, svona guillotines, þetta er svo front headlock, þetta er svo American wrestling coded, sko. Þetta er... geggja, sko. Pat Downey og mikið af gaurum eru ógeðslega góðir í þessu og amerískum gaurum sérstaklega. Svona front headlock og mounted guillotines og alltaf og þeir eru góðir að þekkja og nota þetta hérna grip og eru svo góðir og þurfa stundum bara eina hendi til að klára mounted guillotine, ekki einu svona mounted stundum eru gæjar bara svona ekki bara, og gæjar reyna wrestling single og þeir eru catcha-gæja og þeir eru ógeðslega góðir og með ógeðslega betri kunnáttu á guillotíninu og svona öllu svona front headlock dæmum heldur en mikið af öðru þessu, þú veist, sem kannski er ekki búið að vera að fara mikið í Evrópu. Það sem við förum kannski meira í, þú veist, öðru þessu típ af glímum, skilur við. Og það við þekkjum ekki, við erum ekki með þetta kultúr af, þú veist, amerísku glímu, American wrestling, það er í high school, öllum high school, skilur við. Þannig þeir eru svo ógeðslega góðir að kunna svo á líkamann og kunna svo mikið, þú veist, a blind man can wrestle, skilur. Hann er með kunnáttuna og hann er líka með twister finish eða eitthvað. Hann er ógeðslega góður, sko. Allavega, ég held í glímunni. Já, mjög góður glímunni. Hann er alltaf eitthvað að sideventure og taka sidequests í ADCC og fucking WNO og eitthvað alls konar. En hann er, þú veist, ógeðslega góður. Ég fíla hann, sko. Já, ég fíla hann mjög mikið. Ég væri mjög til í að æfa með hann, sko. Já, þetta er ekki aðeins. Við spáðum fyrir þessu í síðustu viku. Hann var big underdog, sko, og við vorum með þetta. Asakura er líka með svo mikið hype, en
takmarka einnigstæði fyrir því, svona þannig Hann á það er máli, horfið á Ryzen fætin hans, horfið á bara back fætin hans, bara hann fekk bara lélegt matchup maður. Já. Og hann bara fekk ekki að sýna sig. Sko, fyrsta lótan er náttúrulega rosalega góð, skilju, þar sem hann er að pressa áfram, skilju, en svo finnur hann bara, ef ég fer í gólfið, þá er ég fucked. Þá verður hann svo ragur. Þú veist, þetta er bara, þú veist, hann er ekki complete, það er eina máli. Það er bara, það er svo stóra hólu. Og ég, þú veist, ef ég var að fighting gæja og ég veit að hann var klikkaði striker og hann kunni ekkert í gólfinu. Já. Heldur ég sé að fara þegar að reyna að prúfa eitthvað að stræka af einhvern gæði, þau verið með maður, skilju. Það er engin ástæða fyrir þess. Þannig, hann þarf bara að fylla þess á hólur. Það er bara út að í Japan, svona promotions, Ryzen og allt þetta, þá er meira standandi culture. Og þeir slást í hringum líka, þannig að það er öðruvísi. Já. Akkurat, ég er með alltaf forritin hvernig það er að slást í hring, að wrestla, cage wrestla, það er ekki til lengur. Já. Og þeir voru líka með þú veist, þannig að kicks to the head, grounded og alls konar, alls konar, þeir voru með þannig reglur. Þannig að hann kemur líka út í reglusetti í UFC og á móti wrestler og þú veist, þetta er ógeðslega leiðilegt. Finnst mér. Já, hann er alltaf wrestlefokkaður. He deserves better, sko. Já, hann er búinn að biðja að fá að fara aftur í Ryzen. Jaha. Ég las það á Instagram. Fucking go for it, maður. Hann var giving better fights í Ryzen, sko. Já, líka bara fínt að hafa komið við í UFC, fengið titilskotið og eitthvað. Og bara, ok, ég hef ekki heima hérna. Og ég fara aftur heim. Já, og Japans kickboxing er samt ógeðslega hæglegur. Og það sem hann er að gera er fucking crazy. Bara hann fekk ekki að sýna þig. Nei. Ég hló ógeðslega mikið þegar þetta bara var að byrja. Við vorum alltaf bara að rifja upp söguna þegar hérna besti vinnur hans Tim Elliott heldur fram hjá með konun hans og með þessu ábrúkusnóttinni og eitthvað. Geðið mikið vesen og drama og eitthvað. Mér rámar eitthvað í þetta. Já, þetta var svaka saga sko. Svo ég var að segja félag um þetta. Svo kemur svona promotional vídeóið af Tim Elliott. Það var með geðið mikið skegg og svona sítt hár og virkar bara svona skítugur. Og ég var svona, þunglindur bara, hvað er það að frétta Tim Elliott? Og bara, damn, svona hef ekki hugsað sig bara í 2 ár. Já. En svo kemur hann geðveið snirtilegur inn í búrið, sko. En hann var bara geggjað, sko. Hann hefur bara tekið alla orkunum sína bara á dínuna og... Hold himself up by his bootstraps og back at it, sko. Já, 100%. Það virkaði bara eins og hann var heimilislaus fyrst þegar maður sá hann, sko. Já, bara smitt sér líka, maður. Ég meina að hann er sama típan, hann er eins og hann sé heimilislaus og bara eitthvað doing something en hann er geggjaður, sko. Já. MMA er weird, bro, þú veist, við erum með svona ógeðslega mikið af svona geggja autistic, svona weird, svona, þú veist, þetta er ógeðslega skrítin íþrótt og það er ekki mikið af einhverju svona cool eða normal guys í þessari íþrótt, skilju. Við þetta ekki að fyndi svona, að sjá svona MMA og boxar í svona amerískum bíómyndum versus hvernig þeir eru í alvörunni. Það var svona mikið kontrast þannig. Akkurat, skilju, þú veist, never judge a book by its cover, man. Nei, já, nákvæmlega. Þú veist, mikið að þú veist, lúðalegustu gæjum sem ég hef bara séð, þeir eru bara fucking straight up killers. Já, allt ykkur fórin anime-nördar, sko. Já, akkurat. Þeir eru bara anime-nördar sem bara veit ekki hvað ég að gera með þeirra orku og vilja bara gera eitthvað og finna jujitsu út að þeir hóra anime eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þannig. Nákvæmlega. Boxið er miklu meira egotistical, maður. Boxið er svolítið, ég fíla ekki hvernig boxið er stundum, sko. Nei, það er aðeins öðru stemning þar. Fucking hrókahult, maður, þú veist. Það er ekki alveg fight, skilur, þetta er fight með, þú veist, ég segi þetta sem akkurat, þú veist, hana 3-0 eða 4-0 í boxi, ég man ekki hvað það var. Og ég segi þetta bara, þetta er svo fucking, þú veist, þetta er bara hendunar. Það er bara ákveðið, þú veist, þetta er starffræði, það er bara ákveðið equation sem hún getur verið með. Þannig það er gaman að horfa á þetta, en þetta er bara, þetta er svo brútal fyrir hausinn að þér út af því þetta er bara slegið niður og það er 10 sektor standu. Slegið niður og 10 sekundur standum, slegið niður, ok, búið. En þú veist, þetta er 3 fucking knockouts sem þú ert að upplifa. En fighters, við erum að fara að standa upp, við erum að fara að fighta í gegnum brain damage. En boxið er bara svo fucking brutal að það kemur að því í æfingum líka hvernig þið sparra maður. Ég hata að sparra móti boxur. Það er svona einn og einn góður að technical, en þú veist, það er aldrei hægt að, þú veist, maður getur alveg gimt þetta fyrir búri, sko. Ég er ekki að reyna að vera einhver gymfighter, sko. En það er svo mikið ego í boxinu út af því, það er svo limited, held ég. Það er ekki hægt að svona humiliate eitthvað mikið.
nema kannski át Floyd og að vera in doghouse rule, skilur þá hægt að póna einhvern, skilur og vera svona þú ert ekkert, skilur en maður miklu meira af því út af, þú veist, við erum með glímuna líka þannig, þú veist, í Fusion var þetta þannig, þú veist, þannig að Phil Rowe var akkurat að gera þetta og ég sagði einhverjum, mér finnst það alltaf fucking hilarious, hann byrjaði alltaf bara að sittaka gæja ónáðum og vera bara ég var eitthvað use a bitch og byrjaði bara að tala, skilur og þú veist, það var bara geggjað, sko bara pressan, sko Já, það var góð punkt. Og það ekkert ego, skilur, og gæinn bara svona, hann bara hlæjandi út, hann bara svona, fokk, hann að taka mig, skilur. Það, þú veist, þetta bara miklu skemmtilegur og sín allir vinir eftir á, skilur, og meðan boxar eru svona, kannski, allan það sem ég lendi, í Ameríku líka, skilur, ég fór alveg nokkuð boxstöðum úti og ég hef farið út á Spáni, ég hef farið á öðru stöðum, ekki bara á Íslandi, en bara í boxinu miklu meira ego. Já, ég held að segja, ég skynjaði þannig, sko. Já. En þau hafa ekki efna á því maður út af þú veist fucking Floyd gæti ekki unnið á móti þú veist 2-1 gæi ef hann myndi bara taka baki hans og tjóka hann eða leggja ekki hann okkur sem er svolítið fast ég bara minnst að ég elska the science og ég respekta the science en þetta er svo limited Já, það er það góð punktur gaman að horfa á það en mér finnst ekki jafn gaman að horfa á Canelo, ég elska Canelo mér finnst ekki gaman að horfa á Canelo mér finnst meira gaman að horfa á eitthvað UFC title fight Já En tala um Canelo, heldur hann eigi sens í Crawford? Þetta verður eitt af skemmtilegustu boxferðum sem við erum búin að hafa bara langa tíma Ertu með prediction eða? Er það núna helgina eða hvað? Nei, þetta er einhvern tímann bráðum, ég er ekki alveg með destinuna Þetta er, já, næstu 2 mánuði eða eitthvað Já Þetta var, UFC er part af dillum og Já, þetta er Já, þetta er fyrst, já þetta er Dana White takið boxheima líka Það verður eitthvað shit Þetta verður 13. september Já, bara Þannig helgin er eftir 4 vikur í þetta 3,5 vika Terence Crawford er eitt af mínum uppbólsboxurum Hann er svakalegur maður og hann hafið eitthvað farið í baksöðun hans Nei, ekkert að viti, sko hann var ungur hann mamma hans hann var nýbyrjað að boxa og pappa hans var alltaf hann er að fara að vera stjarnan, hann fara að vera champion og mamma hans var bara he ain't gonna be shit you're not gonna amount to nothing og síðan var hún að senda hann til þess að fara bara í slagsmál og götinu og vera bara eitthvað hey, beat his ass, come on, beat his ass og bara tala og borga krökkum til þess að sparra á því að hann reyna og hann tapaði aldrei og já, hann bara hélt áfram og hann kann að wrestla líka þannig hann hefur mitt respekt þegar hann ólst upp í wrestling þannig hann veit hvað underhook er, hann veit hvað overhook er hann kann kannski betra á klinsi heldur Canelo út af því Vist, í öllum boxsportunum mínum mér líði eins og leið og við klinsi mig gæja að grípa mig bara og kunna ekkert að manipulata búa, þú veist það er ekkert stoppang til það break og þegar það sagt break þetta er bara í reglum að taka 1 skref aftur á bak og það mátti halda áfram þannig, þú veist, mér finnst það gæja að grípa bara og resta of mikið en ef hann er góður að, þú veist, nota þetta kunnáttuna að íta Canelo til Canelo er ekki vanur í að vera doga, þú veist, bara pushed around, sko ég meina, Triple G bardaðan var svona seinasti bardaðan sem ég man sem að var svona fuck, þetta fer í decision, þú veist, svona maður það kildi eitthvað, boom, hægri hendi hann shaker það off hann eitthvað þetta var ekki 8. lóti eða eitthvað, ég held að þetta verði þannig bara þetta verði bara fucking competitive, bell to bell en ég held að Terence taki vinnu Já, ég þarf alveg að vera sammála ég elska Canelo, það var mitt idol í mörg ár í bóksinu, sko og bíól en Terence er bara svo góð í Southpaw líka það spila líka inn í hann er Southpaw hann er mjög góður counter fæta Gervonta Davis líka stjarn út af því hann er Southpaw sem kann að púlla og kasta hann beita gæinn wow moments þannig gæði líka Canelo er það líka Byrði er ekki Gervonta Davis, var hann ekki að tilkynna með eitthvað retirement? Hann var retire daginn hann er alltaf verið handtekinn og okkur sitt maður hann er, þú veist, alltaf berja kona sín og þessi gæði verið að hætta berja kona sín hann er alltaf eitthvað hann er höfð motherfucker, sko hann er alltaf að lenda í þó hann er í peningar, sko
Já. Hann bara kemst ekki úr þetta að gera sko. Ég myndi bara berja konuna mína ef ég væri blankur. Já, ég bara regardless Shit. Hún ber mig tilbaka maður, hún er að æfa sko. Já, hún er seig sko. Já, hún er mjög góð, hún bara er ekki með að fá stíma Nei, nákvæmlega. Hún fer í amateur mjög soon. Já, þetta er spenntur með Já, Salka, ekki? Jú, Salka Sól, hún ættir að vera mjög góð. Já, allt mér séð á henni. Ég ætla ekki að rusha hana, hún er búin að vera undir mér í alveg, bara síðan hún byrjaði. Já. Ég bara ætla ekki að rusha henni fyrsta fight sitt. Nei. Það er bara að vera geggjað. Hún er með svona, hún er Mexikani þannig, hún er með hennan Mexican fighting spirit. Já, Mexican fighting spirit. Já, geggjað. Plus hún er mjög góð í svona, hún er svipaðan stíl og ég, hún er minni í mig. En við ætlum að gefa henni eins mikið tíma og hún þarf, við mjölni. Og bara alla strákana í túvónu bara og í bílinn og allt það, við ætlum bara að gefa þeim sens til að skína þegar þeir eru tilbúinir og þegar þeir eru, það sem er bara að það er verið að Er einhverju nýjir sem að, þú veist, við munum sjá á til dæmis Golden Ticket og svona promotions á næstunni? Það er fullt af flottu liði sem er að sanna sig núna, sem maður kannski hefur ekki verið svona hort til þess að við kannski áður. Sérstaklega, þú veist, ég er þarna day to day, skilur, og ég sé alveg gæjan að leggja inn hennar, skilur, og það er alveg nokkrir sem að fara að taka sína fyrstu bardaðurgla bráðum, bara, þá þarf bara skipuleggja það og tala við og leyfa þeim að mótast aðeins meira og flott hjá ykkur með hana Interklubbi og við erum alltaf að reyna að mæta það. Það var ógeðslega flottur hana Valencia á Interklubbinu. Já, akkurat, Diego, hann er flottur. Er ekki það fyrir ekki komið tíma hann bara á Golden Ticket eða eitthvað? Það bara er ekki mitt til að segja en ég bara, mér finnst það mjög flottur sko. Hann er náttúrulega svona Diego og búinn að vera, sem hann lítill. Hann er bara mjög flottur. Það er margir sem eiga bara ekkert nema gott skilið sko, finnst mér sko mjölni. Ógeðslega margir góðir, það er að segja það bráðum. Ég hálf svona með 1, 2, 3 á ratanum sem ég var svona líklegir til að Já, ég meina, þú veist, speak it, eða þú vilt, ég meina. Nei, ég er bara lagt til, skilu, ég svona fylgist með þeim bara. Passa á þeir sem að mæta æfingar og svona. Algjörlega, þú mátt alveg kolla út núna og vilt, sko. Nei, ég bara man ekki sem hvað þeir heita, sko. Ok. Ég er með gullfinnska minni þegar kemur á nöfnum, sko. Það er bara, þetta er orðið hræðilegt, sko. Ég er með nokkra líka sem ég er búin að vera að taka með mér persónulega og eru mjög góð búin að mæta Interklubbi og ég er litans þegar ég kom út eitt skiptið út að ég var óæstur. Nei, bara Þú og Maggi eitthvað í hár saman. Já, nei, það var ekkert, þú veist, ég myndi ekkert illt með því, sko. Bara ég mér þykir svo vænt mína gæja og ég vill passa upp á og það var einhver kjaftur í gæjanum hans eitthvað. Út að þetta er Interklub og hann eitthvað var að byrja að shit-talka eitthvað frá búrinni eitthvað, út að ég var að gefa, þetta var corner advice. Og ég var bara eitthvað, ég hoppa á game, hvað þetta er Interklub, þú ert ekki fæta, það er enginn að fara að stoppa mig, hvað er þetta að gera, skilur, hættu sér. Þú veist, fáðu þína reynslu og var bara svona að fara í gegnum mitt motion, mitt head, skilur, á meðan ég var að cornera og kemur Maggi, ég bara ég myndi ekkert, ég meina ekkert með þessu, skilur, þú veist. Ég er samt bara að standa með kjeft og klómi fyrir mínu strákum saman hvað, skilur, en ég bara, þú veist, ég var í hans tími, ég vildi ekki disrespekta alls ekki, sko. Nei, ég man eftir þessu Interklubbi líka, sko, af því að það var líka, það var svo ógeðslega þröngt og sveitt. Þetta var mikil svona underground stemning, það var svo mikil hiti. Ég var líka hlaupandi á milli og mannst ekki, ég var bara á milli sala og ég var stressi, ég var með marga keppa og þeir eru með væntingar og þeir eru spurningar og það er ekkert léttar að þjálfari, sko. Maður reynir sitt besta en þú veist, maður meinar ekkert illt, sko. Maður reynir bara að vera beinn, eins og maður segir. Ég er líka, eins og með Magga, skilur, hann veit alveg að það er erfitt að vera þjálfari, sko. Hann er alveg að skilja þetta, sko. Akkurat, við höfum alveg mikið mutual respect fyrir hvort öðrum, sko. Við erum mjög vinnulegir. Já, við erum ekki. Herru, tökum hérna síðasta vinkilinn á fætinum. Main eventi, næsta helgi, er Xiang Mingyang á móti Johnny Walker. Já. Johnny Walker frá Írlandi, Brassinn frá
Glass Chin Johnny Walker Já, ég meina, þú veist, ég myndi ekki það, bara dansandi gæinn, skilur, hann er alltaf eitthvað dansandi. Maður fór úr axlarliðin sinni þegar hann taka ormin á kanvesinu. Eftir sigur. Því ég var að tala um það. Geggjaður. Það mátti Xiang Mingyang. Ég bara, það var hreinskilin, ég bara þekki Xiang Mingyang, ekki mikið. Ég er bara búin með 2 eða eitthvað. Jú, ég er líka bara svo mikið rasisti, sko, ég skil Did you know that China and Japan are actually different country? Ég hugsaði að byndu þetta, sko. Ég er svo stór South Park fan sjálfur, sko. Já, maður sér að það kemur hann að einhvern veginn berjast svona back to back og maður bara, var ég ekki að horfa þannig á hann? Þetta er sami gaurinn og, nei, býtum við. Líka þeir eru með, þú veist, það er líka, þú veist, það er svo erfitt fyrir okkur út af við erum ekkert með kunnáttuna á hvernig stafrófið þeirra og hvernig allt virkar með þá, þú veist. Og það er svo erfitt fyrir okkur að vera bara, já, heyrðu, ég skil, þetta er þessi og þessi í Kína og þetta, þú veist. Kína er svo foreign to us, skilur við, einhvern veginn. Já, ég er sammála, ég ruglast það líka, sko. Já, bara erfitt að sjá því sundur, sko. Þannig að það er Johnny Walker á móti einhverjum kýmera. Þetta er fucking scary gæi, hann sang, þú veist, hann er búin að taka 3 UFC fæta, búin að róta allir í fyrstu lótu, og Anthony Smith senast það ekki. Allt í fyrstu lótu. Þannig, Overhand, mér ráma við hann gæja. Já, sko, maður þarf bara 1 skot í heavyweight. Já, þetta er light heavy, þetta ekki? Já, light heavy líka, bara light heavy, allt frá light heavy, eða ekki eins og niður, light heavy upp, þú þarf bara 1 högg. Já. Það er ekki meira og gæri recovera ekki, út af því þið geta það ekki. Einmitt. En þetta er scary gæi og ég myndi gera ráð fyrir, ég er ekki búinn að skoða stöðlana, ég myndi gera ráð fyrir að hann væri alveg heavy favorite, sko. Já, sko, ég fór hann cool bet. Þeir segja sko 1.29 mútið 3.78. Já, einmitt. Á Johnny Walker. Johnny Walker ég skil það, sko. Ég skil það. Johnny Walker samt alveg það búið að hann er bara að vera að fýta Johnny Walker núna bara í eitthvað, bara... Held það, ég sýnist það. Er hann búinn að, hvernig er hann búinn að ganga? Ég er ekki búinn að fylgjast með hann sem var rekin út úr hann Apexin eða eitthvað, mánu ekki, hann var eitthvað kvartaði Vegas eða eitthvað. Já, enda bara út úr götu. Eftir fætinn hans, hann þurfti bara að fara. Já, ok. Tapað fyrir Volkan Oftmýr og svo Magomed Ankalaev þar á undan. Já. Hann er ekkert í slæmu kampi heldur, hann er undir kafana, sko. Já, hann er á góðum stað, sko. Þannig þetta er alveg svona, þetta er alveg skref upp á við fyrir ég held að hann sé bara ekkert með hátt IQ punktur, skilur. Nei. Ég held að hann sé bara rosalega vinarlegur. Þú veist, þegar maður er, skilur, maður er að tala eitthvað og maður er svona, ok, hann er svolítið spes. Ég held að það sé bara þannig persónuleiki og það er einhvern veginn að hann er ódreifður. Þú veist hvað ég meina, sumir gæjar eru ódreifðir, er ekki, þú veist, eins og þú veist, eru kannski að fókus á bara eitthvað 3 hluti í einu. Mér líður eins og hann er að reyna að fókus á að vera bara eitthvað funny guy og eitthvað og eitthvað, þú veist, í staðan fyrir að bara fæta, skilur, og ekkert annað. Ég veit ekki, ég þekki ekki til hans history eða hvað, ég veit bara hann er bróðir og það er eitthvað content sem hann er að gera með honum, eitthvað sem er að hílóka eitthvað gæði við sé. Já, Volter Volker er með 3 heel-hooks í röð. Það er bara, þú veist. Þetta er líka bara ekki, þetta er ekki falleg heel-hook heldur, þetta er líka bara svona, þú veist, þegar maður horfir á þetta er ekki svona Gordon Ryan fucking, bara svona, þú veist, bara, hann er með geggja bæt og svona, skilur, þetta er bara svona, UFC-gæði kunni ekki að fucking backsteppa eða kunni ekki að díla við fótalása for some reason í heavyweight, hvað var það? Já, light heavy? Þetta er heavyweight, Volter Volker. Fucking kunni ekki að defenda shit, skilur. Eins og þarna síðan, sko, þú veist, hann var bara einhvern veginn svona með baki á honum einhvern veginn upp í búrið og bara einhvern veginn, ég stekk bara fótinn á honum. Þetta var ekkert, hann setti þetta ekkert upp, hann bara greip í einhvern fót og það bara virk. Klunnalegt, heavyweight getur verið svo klunnalegt. Það er líka gæi sem var alltaf eitthvað klára undir í mont með það sem að fer hana yfir hálsinn og hérna kemur hann undir. Já, svona síkul. Já, síkul, akkurat. Svona, og hann náði eitthvað 5 sinnum í heavyweight.
En það myndi ekki gerast ef þetta væri ekki heavyweight, skilur, þetta er svo klunnalegt, þetta er svo stórir, þú veist, kunna ekki að stjórna sjálfur sér. Þetta og það er svo mikið þyngd bak við það og þú veist, það er svona fíla ég að horfa á minni gæðinu, það er svo nettir og fljótir og snarpir, skilur. Það er svona skemmtilega. Meira stjórn bak við það. Þetta er bara svona einhverjum bollar, sko. Og heavyweight-deildin er svo þunn og þeir eru líka alltaf bara kött einhverja top 15 gaura. Síðan er besti gæðinu eins og Tom Aspinall bara on the fucking shelf í mörg ár, skilur. John Jones bara ekki einu sinni in the conversation, skilur þú veist. Já, hvað líði því samt. Heavyweight var einu sinni eitt af bestu division, skilur ég hef séð það var fyrst að byrja, skilur. Já, en það er góðum tíma. Bring back heavyweight, sko. Já, það er góðum tíma, menn gæti byrja á Maður har að fá eitt svona bernstoff í light heavy eða eitthvað. Hvað er að frétta af Július er að stefna á Pro í heavyweight. Er eitthvað að frétta af því? Hann er bara búinn að vera að æfa og gera sitt. Hann er bara búinn að vera hann er eitthvað hann er búinn að vera að túra með einhverju rockbandi í Ameríku. Hann gerir það, hann skilmist með hann þú veist, hann er basically að skilmast alltaf eitthvað en hann er að gera eitthvað fyrir eitthvað rockband, eitthvað svona impromptu performance eitthvað í showinu sem er eitthvað hit upp fyrir Pantera eitthvað sem er eitthvað on tour og hann er eitthvað on the road eitthvað bara eitthvað bara sverð og eitthvað bara Token Viking guy. Já, akkurat, þannig það er bara búið að vera geggja timing á meðan ég var úti þá var hann að holding down the fort með, þú veist, með þjálfa og eitthvað og síðan kemur ég tilbaka og fær hann að kíkja aðeins út og síðan kemur hann aftur bara aðlega, sko, bara eftir bara stundum tíma, hann er búinn að koma aftur í eitthvað viku, hann er að fara aftur út, síðan kemur hann og ég held að það sé bara að fara að slast, bara mjög bráðlega eftir að hann kemur tilbaka, sko. Og alltaf hann bleið heavyweight í UFC, til að sjá hann þar, sko. Já, hann myndi standa sig vel með, hann geti með alltaf tattoo og svona, hann geti Já, hann fucking selur, sko. Já, maður, skilíkenna hann geti alltaf fengið svona mikið tattoo. No pláss, sko, hann er stór strákur. Já, hann er bara, ég er bara alltaf að taka með pásu, ég veit það ekki, sko. Fyndið. Mér skellir alltaf rétt á hjá honum. En ég ætla að rappa upp þessu karti. Það er bara að byrja á góðum tíma, þannig að menn geta verið að horfa, sko. Þetta er klukkan 10. Já, main-kart klukkan 10. Main-kart klukkan 10. Hvar er þetta? Í Kína. Já, Kína. Já, þetta er Kínakart. Þannig að þetta var sett main-eventið. Co-main er sko Brian Ortega móti Aljamain Sterling, svo Sergej Pavlovich móti Valdo Cortés Acosta. Það er svona noticeable. Og svo er okkar maður Michel Pereira móti Kyle Daukaus. Ég myndi segja að þetta verður svona það sem stendur helst upp úr, sko. Þannig að þetta er og náttúrulega Lónur Kavanagh móti Charles Johnson. Það verður, þú veist, ég myndi stranglega advise ykkur að betta á Charles út af hann er flyweight og hann var svo mikið að fucking í kampinu mínu núna senast að hann var svo mikið bara að sýna mér hluti og sýna mér hvað hann er fucking góður. Hann, þú veist, ég meina hann er eini gæi með KO win á móti hann gæjanum sem er að fá title shot næst í hans flokk flyweight. Joshua One. Hann rótaði Joshua One, hann má ekki gleymast. Já, nei. Hann er svo fucking versatile þegar kemur að hvað hann er góður. Pace hans, hvernig hann pacea gæja, bara fusion gæjanir overall, hvernig þeir nota pace sem a weapon. Það er fucking scary, sko. Þeir eru með svo mikið að gæjum og some deep pool af sparring partners þarna. Og Lone Kavanagh er góð, mjög góður. Ég sé alveg hvað hann getur gert, en hann er svo mikið favorite. Og hann er svo mikið að fucking ræta Charles off. Charles er stjarna. Charles er að fara að vera contender og er, þú veist, ekki orðin contender, það held að sé ekki rangt, en hann ætti að... Ég held að hann sé rangt, ég held að hann sé númer 15. Ég held að neðalega á rankings, ég held það. En þú veist, Nei. Hann eyddi tíma í Tælandi með Mike Davis, hann er svo fucking polished sem fighter og hann er með his priorities. Ég get sagt þér það var ekki ein æfing sem ég sá ekki
sá hann ekki. Það var bara ekki ein æfing þar sem ég gat ekki fengið að æfa með Charles. Þegar hann var day in, day out með konuna sína sem sænsk. Hún sænska konum skeggjaði, ég gat talað við konuna og þegar ég ólst upp í Danmörku, þannig ég tala sænsku, skeggjað, ógeðslega næs. Hún bara pregnant og hann little baby running around in the gym, hún með stroller, bara að springa með barn nummer 2, hann með priorities set á að vilja vera UFC champion. Hann bara hann ekki með hálft auga af, sko, hann bara all in. Hann bara hestur með fucking, með carrot, sko. Það bara þannig, sko. Charles is gonna be champ, sko. 2.80 á Charles móti 1.46 Lóner. Síðast sem þegar ég hlusta á Aron Frans þá var hann að segja mér að Vettori var að koma með svo gott comeback, sko. Ég veit aldrei. Var ég að tala um Vettori? Já. Ég veit aldrei hversu alvarlega maður á að taka ykkur fæturinn, sko. Nei, Vettori, hann tók alveg eitthvað smá tímabil en þú verður að sýna mér þessa klipp út og ég hef aldrei verið fan of The Italian Stallion mjög mikið, sko, en það var ekki að fæta eitthvað bráðlega. Jú, var að tala um það, ég hélt I'm wrong, skilur, ég ekki alltaf right, skilur, en delusion allan að fara að, hjálpa mér, skilur, ég meina, ég MMA, skilur, I'm a professional fighter, I gotta be a little delusional, Já, sko. maður, delusion is the solution. Akkurat, en ég held samt að, ég veit á það, ég með aðeins meira insight á Charles. Ég hef mikla trú á Charles, sko. Vettori var bara, ég fucking gíska, skilur. Ég fíla samt svona gæja sem eru super focused, bara með barnið sem gymminu að fá auka daddy power. Hann professional, skilur. He's in and out living this, skilur. Hann ekkert að djama helgarna, hann bara heima á kvöldinu og horfa á anime, hann One Piece, skilur, bara eitthvað spila fucking LOL, skilur. Hann super humble guy og hann þurfti ekkert að hjálpa mér svona mikið en hann gera það. Gaf mér advice fyrir seinasta bardaða minn í amateur. Ég var eitt í kampinu minni þar úti líka í Fusion og ég sleit á mig hnéð. Ég sleit á mig LCL fyrir þann bardaða og ég var eitthvað úti bara, úti sleit ég það og ég var úti og hann var eitthvað, hvað ertu með eitthvað advice? Seinasta amateur bardaða minn, title. Og make hann ekki weight fuckerinn og það var að catchweight en ég held á allan að þetta væri title og ég var mjög spenntur og hann var bara eitthvað, bara ekki leyfa sem motherfucker að koma og taka fyrsta skrifið. Takk þú fyrsta skrifið og sýnd þú hvað þú ert about og hvað þú ert að vera að bringa inn í þetta fight frá bellinu. Og þú veist, það hefur verið ástæðan okkur flippað switchinu og bara ég kasta á blíkikki til að byrja fightið mitt. Og þetta ég hérna til þess að bara fá borgað og vinna. Ég ekki hérna inni til þess að vera vinnuðinn. Hann með svolítið þannig mentality. Og það það sem ég held hann hefur á móti Lone. Lone svolítið svona, wow, ég komið í UFC, wow, sjáðu, þú veist, ég að upplifa þetta allt. Og minnst það, þú veist, hann með geggjað þarlega, Brad Pickett og alla þessi stráka, ég er búinn að vera bara að reyna að skipulega kampa var þangað og búinn að tala við Brad Pickett og hann super nice guy en þú veist, bara ég held í þessum barda að hann sé að underestimate Charles og Charles fucking góður. Ég finnst bara allir heimir alltaf að vera underestimate hann með stöðuna. Bara, þú veist, fucking það að vera underestimate motherfuckers og það komin tími til þess að opna augun. Já, hann fer á mitt parli. Ég er seldur. Ég tek hann. Ef ég væri betting maður sjálfur, þá myndi ég betta á hann. Ég betta samt ekkert mikið en þú veist, ef þið sýnir mér, ég kann ekkert að betta maður. Það kannski, þið sýnt mér þetta með þetta coolbet og... Já, bara opna reikningu. Það ekkert slæmt að vera með coolbet á buxunum með næsta backkick eða olbó eða eitthvað, sko. Já. Maður veit aldrei. Það mátt setja það í umræðina, sko. Já, hvað veit, skilur, ég stóð betting maður. Ég betta það, þá var ég að fara að rota einhver motherfucker í næsta parta. Ég get betta á það, sko. Ég set pening á það. Gerði það. Herri, ég ætla að slá hérna botninn í þennan þátt. Ég borgaði sem ekki tilbaka, sko. Parleiðið þitt ekki, en þú veist,
annarkvært ég að fara að go out on my shield eða ég að fara að gera stórkurslega hluti. Já, nice. ég spáði því að þú gerir stórkurslega hluti saman hvað það sé í búrinu eða í bettinu, sko. Já. Ég með eitt hérna að loka fyrir þáttinn. Mér langar svolítið að spyrja Aron Frans út í svona næstu stóru barda á árinu. Ok. Ef þú gefur mér bara svona, bara hver þín tilfinning Íma Formosus á móti Borrajo. Borrajo. Diego López á móti Sean Silva. Sean Silva. Carlos Ulberg á móti Dominic Reyes. Hvað það Ulberg á móti Dominic Reyes. Ulberg. Ankalaev Pereira 2. Sama. Svo Charles Oliveira á móti Rafael Fisiev. Sorry, byrju ég eins og Charles Oliveira á móti Rafael Fisiev. Það bara góðu fætt, sko. Ég the champion has a name, sko. Ég elska Charles. Þú veist, ég vildi að Charles myndi vinna á móti Topuria og ég æði með Topuria og hef relationship við Clement Club. En ég elska Charles. Hann my favorite fighter. One of my favorite fighters. Nice. Bara hard. Og við vill ekki saman tapa aftur. Svo bara að loka. Það Aspinall á móti Silgan. Gan. Nei, Já, ég held það. Í alvöru? Já. Þeir með svipaðan stíl. Mjög svipaðan stíl. Svona touchy kickboxer. Aspinall samt með glímuna, sko. Já, það true. Já, ef ég væri bettingmaður myndi ég betta á Aspinall. En eitthvað hjarta að segja Gan? Já, ég hef tilfinningunni að Gan muni gera eitthvað aldagi. Það búið að vera rosalega mikið að slípa á honum. Já. Það svo John Jones eða bara svona drapferlina og maður bara afskrifa hann. Já, þú veist, John Jones bara outclassaði hann í glímunni, en þú veist, John Jones, skilur. Fucking John Jones, skilur. Já. Svo að eiginlega tapa hann móti Volkov. Það var svona dómaraskandall, sko. Já, alveg. Já. Þetta franska kickboxing er sterkt, sko. Já. En ég hef tilfinningun í hjartanu að Gan muni vinna, en... Það var þetta rosalega, John Jones myndi, ef Tom Aspinall segi, kemur loksins tilbaka, fær loksins fight, mæti Gan, tapar. Hann líka orðin svo, ég held að hann sé orðin svolítið mikið svona ekki beint pempi en ég held að hann sé svona, hann er svolítið favored by God right now. And when you're favored by God, you're also favored by the devil, sko. Það var bara, já, það var bara, ég held eitthvað minna, ég held downfallið verið great, sko. Ég er samt elska að horfa á hann fæta, hann eitt af fáum heavyweight sem ég fíla. En hann líka múin að eiga gott career í mikið að, þú veist, hann að fæta sem ég hef fæta, Mjölnistrákan hefði þessu Golden Ticket og eitthvað. Hann akkur tók eitt pro-fight í Golden Ticket back in the day og mikið að hann að strákanum eins og Edward strákanum, hann að ekki Leon heldur, hann að Fabian á móti Rolfi back in the day og eitthvað. Já. Áhugavert. Gaman að þessu. Herru, nú ætla ég að slá botnin í þetta. Hann búinn að fæta lengi í Bretlandi og hann með mikið góðum fights, þannig, ég veit ekki, kannski getur hann líka mixa hlutum upp, það máli. Herru, ég ætla að breyta, ég Aspinall. Nei, því hugsa, hann mixar alltaf upp, leið og hann in danger, hann wrestlar. Og hann mixar í, hann MMA-fighter. Sko, pabbi Aspinall black belt jiu-jitsu þjálfari og Aspinall bara búinn að vera jiu-jitsa síðan bara áður en hann læra að labba. Hann bara búinn að vera MMA líka, bara síðan hann var lítill, bara með, þú veist, Mukaev og hann var í gyminu hjá Darren Till. Manni hvað heitir, hann ennþá þar með þessu held ég og pappans að þjálfa hann aukarlega með því og hún síðan hann var lítill en hann fóð þangað það sem Darren Till var þegar hann var on the rise og var að æfa með honum þá líka. Hann bara var ekki noticed út af hann var ekkert, hann var ennþá bara ný pro þá eða amateur með þessu. En Ryan og eitthvað, ég man ekki hvað þetta tíma heitir. Liverpool eða ekki. Já, ég var Darren Till allan. Þetta er að killa mig. En já, hann með góða reynslu. Ég held hann Gan ekki með mikla MMA reynslu. Þannig að þetta verður örugglega bara domination, unanimous decision heldur. Eða knockout. Eða með þessu sub. Ég veit ekki einu sinni maður. Þeir að setja ómikla pressa á mig. Nei, Aspinall, ég ætla að halda Aspinall muni örugglega edge decision.
ef ég ætti að vera betting maður. Nei, þetta er heavyweight náttúrulega. Það eru components baka þetta. Heavyweight þýðir að þeir hafa ekki meira en 3 lótur, oftast. Já, hann oftast bara Fyrsta lóta KO. Fyrsta lóta KO, fyrir Asmunar. Það er bara the final decision. Ok, geggjað. Herri, þá var það komið. Herri, þá slæði ég botnin í það. Já. Hefur leyfi fyrir því. Já, geðveikt. Herri, hérna, Aron, takk aðeinslega fyrir komuna. Já, takk hérlega fyrir að hafa mig. Ég er bara spenntur að vera með content. Þið lofuðu að myndum hittast og taka upp smá content. Já, ég kem til ykkar eða þið komum til mín, þið eru á þið. Já, við komum bara til þín. Já, ég held það. Við Biggi eigum ekki samanlegt heimilisfang eins og þannig að hérna ekki með umberið í stúdíónu sko, en það væri bara örugglega hreint á lauguna sko. Já, akkurat, þeir eru velkomnir að kíkja á mig í Mjölnir hvernig sem eða ég kíkja á ykkur sko. Já, ég er gaman að kíkja í Mjölnir sko. Já, það er gaman að kíkja í Mjölnir. Ég kem ekki nógu oft. Ég skal leyfa ykkur að fylgjast líka betur með í þessu kampi, menn ég vera svolítið duglegur að búst út contentið þegar ég kom meira stuðning bak við mig. Já, let's go man. Þannig ég mun kannski leyfa ykkur að vera með svona inside view. Já, geggjað. Og allt sem við getum gert fyrir þig, bara á móti. Algjörlega. Það er bara hérna, þannig virkar þetta. Algjörlega. Herri, hérna, við sjáumst bara aftur viku, gerum upp vonandi ágætis UFC-kart og fáum líklega eitthvað gesti og eitthvað. Já, já. Og einn að fylla pening á Charles eftir að vann. Ég þarf að kaupa handaðir blómvöndi eða eitthvað, það er fyrir alla minningin minn. Já, hann er líka góður sko. Já, ég hef trú á honum. Hann er ekki mikið setbacks í UFC og horfir á, horfir á sinnst fætun hans. Já. Það er bara með 1 loss undanfarið sinnst 2 árin eða eitthvað. Já, ég var eitthvað að skoða hana. Hann Já, hann með 1 loss. Hann var rosalega mikið að tala það hvað hann svona sofnaði karriérinu sinu og svona hann fekk vakningu við þetta. Já, þetta er Ramazan Temirov síðast. Já, akkurat. En var annars búinn að vinna 4 í röð. Já, akkurat. Og hann fór móti ógeðslega leiðilegum stíl líka. Já. Þú veist, í hann ekki frá, þú veist, Tajikistan eða eitthvað svoleiðis og var svona wrestlaðan og var eitthvað, bara var decision eða eitthvað, ég man það ekki. Jú, decision. Kannski, ég veit það ekki maður. Jú, það var 130 ár. Decision. Það var svona, mér rámar í það. Ég man ég var svona, man. Ég er út alltaf verið hann teammate. Það er bara þetta knockout á Joshua Van, það segir mikið sko. Gaur, hann er the dude sko, og hann bara fara að sitja saman. Já. Og hann er með, þú veist, hann er í Shanghai núna, hann fór alveg vel, ég er búinn að fylgjast með honum og spjalla smá við hann. Hann fór alveg út á góðum tíma og er örugglega búinn að ná að akklimita, hann þarf að akklimita eða eitthvað og búinn að svona, ég er að tengjast örugglega meira heldur en hann Lón, hann fór alveg eitthvað 4 dögum fyrir, eða eitthvað 5 dögum fyrir Lón út að byrja að æfa og hann svitna. Já, það er svo vennist. Já, kannski. Örugglega aðeins öðruvísi í Kína. Já, líka bara, þú veist, landslagi það sem hann æfir er allt öðruvísi í Flórida, allt öðruvísi að æfa í Flórida. Ég var fucking Gaza fyrstu vikuna og það bara fucking það svo heitt og svo rakt. Þess vegna fór ég út mánuði fyrir myndbarda, ég fer út alveg mánuði fyrir næsta. Ég man því að í Tælandi, ég jafnaði mig ekkert sko. Ég var bara gasað 2 lótur og ég bara get ekki. Varstu að æfa og síðan gasa og síðan, heyri, kíkjum á late night. Ég ætti mig fullt af okkur, ég var hugsa með eitthvað late boys kíkjum á barinn. Varstu alveg að fá þér áfengi og nei, ekki mikið sko. Ekki? Yeah, right. Það verði ekkert edru í ykkur stelpustráka sko. En það hjálpaði mér að fara í sánuna, ég var alveg í mánuð að akklimata áður en ég fór út. Það fucking sökkaði, ég cuttaði weight áður en ég cuttaði weight Ok, það er rosalegt. Já, algjörlega. Herru, nú er það gott. Herru, takk aðeins fyrir að koma, Aron. Takk fyrir að fá mig og ég er til að koma aftur bráðum. Já, ég hlakka til að mæta þér í búrinu með þér. Hlakka til að sjá Bigga mæta þér í búrinu. Já, það verður að gerast fyrir fyrir miður september, sko. Það getur verið eitthvað. Já, hann glemti sér. Nei, næstu fríku. Keiri þetta. Það er gaman, þið er alltaf að tala svo mikið hvað þið þekki og hafi svona eitthvað hreift ykkur meira ekki að maðurstoknum. Og það var bara það að gera að finna aðeins fyrir mér. Já. Ekki? Það er bara besta bóð sem ég fengi lengi. Já. Let's go. Let's go. Takk fyrir okkur.